Hlaðvarp FM 95 Blö. Það stóra spurningin, are you ready now? Klukkan orðin 4 og páskaþáttur FM 95 Blö hefur hafið göngu sína á þessum ágætis föstudegi. Það 10. apríl og föstudagurinn langi fyrir þá sem hefur ekki átt að sig á því. Þetta eru flesti dagar mjög langir núna í öllu þessu bulli, en við erum hérna í beinni útsendingu úr stúdíónu FM 95 Blö og það rosalega þáttur framundan. Ég ætla að byrja á fyrirlega þáttarins. Egill Einarsson, hvernig ertu? Ég hef aldrei betri. Það málið. Já, ég svo nýr. Veist það, 2 föstudag, þetta bara hjálpar þættinum þegar út á hann góður. Já, ég tók 2 þætti í röð þannig. Í smáþunglindi. Sem voru COVID-þungir. Já, en þú ert komin aftur. Já, ég mætti í Keiluhöllina hjá Cocksucking Joe kl. 13:30 í dag og fekk mér kaldan og pílaði og ég hef aldrei betri. Já, með þess að vannst pílunum til að hafa mikið með það. Stum vel í pílu í dag. Já, en svo erum við með hliðin á honum, ég ætla að kalla það í dag The Godfather. Það Steinþór Hróar Steinþórsson, hvernig ertu? Já, það rosalegu titill. The Godfather! En það má alveg það má deilum, sko ég ekki ánægð með það titill, við getum haft það alveg á hreinu. Býtu, þú ert The Godfather of Swimming Pool, býtu, hvað hann? Nei. Já, bara hjá sundlaugavörðum, ég steindi The Godfather. Já. Og líka bara lífvörum líka, svo bara Nauthólsvíkar svona lífvöri þar út allt og bara út allan heim held ég. En hvað var til þess að Steindi var The Godfather? Bara, hann svo successful baðvörður. Nefndi einhvern baðvörður sem hefur náð lengra en Steinþór. Góður punktur. Til hamingju Steindi. Herru, veist það, ég málega það, eins og núna daginn, þá allt innu sá ég mynd á internetinu sem Egill postaði á Twitter. Já. Og þá var búið að photoshoppa, það var búið að photoshoppa mig sem einhvern lífvörð. Ég var í sundlaug. Já. Með flöskur fyrir fram að þig. Með 3 flöskur fyrir fram að mig. Það engin baðvörður með 3 flöskur í vinnunni. Og ég spyr bara, þetta ekki komið gott? Sko, það sem ég dýrka þig, af því að nú, við ljúum ekki að hlustundum, Steindi. Ég var við hliðina þér þegar Egill postaði þess á Twitter. En ég ætla samt að segja, mér finnst þetta ógeðslega fyrir. Já, en þú spurðist að þú byrjaði samt bara, herru, þetta ekki orðið aðeins svo langt gengið hérna, sérðu þetta? Þannig að þú varst bínu stressaður og sátt myndina fyrst. Það ekki aðeins svo langt. En þú veist, strákar, þið þekkið mig alveg. Með geðveikt gler á þessari mynd. Já, með eitthvað svo ókleik gler. Málega, mér finnst þetta fyndið, að sjálfsögðu, þið vitið alveg. En nú ætla ég bara að vera hreinskilinn, þetta ekkert vel síð móspenna. Nei, hjá fólki sem að fara í laugina á það. Nei, fólki sem að fara í laugina, þeim drullu saman. Ég að tala bara konuna minna. Það þegar ég kem heim og hún hefur kannski stilt inn og hlustað á þáttinn og við erum bara basically ég bara búin að tala um að ég sé ykkur baðvörður að sprengja á fullu og allt í ruglum, bara hvað að gerast þetta? Já, við þurfum aðeins að passa þetta. Hann á konu og barn, hann annað á leiðinni. Hann kynntist konunu sinni þegar hann vann sem baðvörður. Ég veit það alveg og það ekkert leyndamál. Nei, það einu sem ég vil segja. Það eina sem hann er búin að segja. Ég samt ekki the godfather of swimming pools. Það bara, þetta svo far away. Bara, þetta gengur ekki. Ok, svaraði mér einu. Hafa fleiri pör orðið til í Lágafellslauga, hvað sem þessi sundlaug heitir? Það þing? Byrja fólk að vinna þeim og byrja saman? Nei, veistu, ef ég eftir að hreinskilja þá held ég að það séu fleiri pör sem hafa skilið eftir alltaf svo sundlaugarði í Mósbænum. Því að það var nú svona í tísku í gamla dag að lauma sér í pottinn og stökkva yfir eftir einhver góð böll og svo. Ingo Viðugu, hann átti nú eins og laus. Í þessu lauga? Ég finn alltaf bara í sund Hvernig tekja á mótið það? Hann tolleraður. Já, við getum orðað það þannig, en núna þetta bara orðið meira vesen af því að nú ég ekki að The Godfather is back. Já, þetta svolítið þetta svolítið hérna í Fight Club þegar Edward Norton var í vinnunni hjá sér og vinnufélagarnir voru bara, við gerum bara hvað sem þú vilt, hvað kallar náttúrulega þar hérna þegar hann var orðin nafn í þessu og vinnufélagarnir voru til að fara að tala um þetta. Allir vissu hver hann var. Já, hann borgaði ekki þegar hann var að fara okkur kaffi og svo svona. Það þannig að þér í lög? Já, ég þarf ennþá að borga, en það þannig á mér. Fólk fara að segja, nei, Guðfæðurinn, hvað segir þú? Gaman að sjá þig. Hvað segir þið Godfather? Nei, ég ekki Godfather. Ég bara mitt á föstuðum milli 4 og 6. Já, ok, ekki máli Godfather. Og gefur öllum high-five leðin inn og... Já, ég meina, þú veist. Ertu eins og Woody Harrelson í Kingpin og mætir í Lágafellslaug? Hjá baðvörðum, já. En ekki neinum öðrum.
Þú ert ekki Godfather. Agalegt að Woody mætti aftur með greiðsluna mína og fekk ekki pítsun. Minnst að geggjus saga, kynns konuðinni sem baður. Já, það er bara grjótart. Þökk sér þér að nú veit þjóðina því líka. Maður þarf svolítið að passa sig á hvað maður segir við Egil. Maður má ekki segja um allt. Það var margir brent sig á þessu, eins og komið inn á. Minna Rikki G. sá hann fastegna salasöluna. Og líka að var að hrista sig við gólfstöðinu, það misti eðlega út af sér. Hvernig, Rikki kemur nú hérna eftir, hann er búin að vera með okkur í dag, hann hendi einhverja trailer og eitthvað. Hvernig verður það bull til að hann segi þér hann að vera að hrista sig við gólfstöðinu? Hann var sögðumadur í sporthúsinu, alltaf. Já, ég átta mig á því, hann er bara að vinna vinnu. Vinnufélagur, ég er bara á skrifstofu og kemur Rikki bara blessaði ekki senni í Írlandinu, meira rugl í gæðum. Var það bara svona? Já, ég vissi ég var frá good shit sögu. Sér alltaf varði ég misti þetta sinni út með Þröst. Já, mistir þetta út þér. Sem er eigandi sporthúsins, að Rikki hefur gripið inn í hristing. Og síðan eskjuleiti þetta út því. Og þjóðin veit á þessi dag. En núna því vorum að ræða kynast konunni sinni sem baðverður, haldið að margir hafi kynst í vinnun, mörg pör sem er að hlusta núna, sem hafi kynst bara í vinnun. Það er næst að þú varst í vörn. Getur eitthvað niður þar eða? Gerst ég niður mig í vörd? Nei, það verður þá bara til þess að sofa hjá sampapír En hefur það þá ekki verið líka bara eitthvað svona eldri kall? Ég var á lager, það var ekki ein kona þannig að það hefur verið mjög skrítið. Já, en nei, eins og Ötti, þú varst að spyrja hérna, hvar kynnist fólk þá? Er fólk að kynnast í vinni? Ég held það er mjög algengt. Já, segjum að lið sé, þú veist, ekki hérna að kynnast einhvern veginn á netinu eða niður í bæ, kannski eitthvað A-lið sem er löngu búið að brenna alla brýr í lífisinu og búið að taka sig á. Það kynnist fólki, held ég, í vinnunni og ræktinni. Er það að tala um að bara fólk sem er búið að þurrka sig kynntist þú ekki koninni sjálfur í vinnunni? Jó, ég kynnist. Varstu búin að brenna alla brýr og hættur að drekka eða? Nei. Varstu að bulla? Nei, maður, ég kynnist það. Já, ég held að það sé sjálfgeft. Ég held að þú veist. Nei, heldur það? Ég held að office romance sé mjög algengt. Já, ég held það líka. Nú, að það? Já. En herru, talandi hlustendur, við viljum núna að allir, við erum hreinskilnir, við erum með eitt kaldan hérna. Það er föstudagur langi, ég átti að vera á Ítalíu núna að drekka rauðvín og borða pasta. Egil átti að vera á Fróðudisko og Tenerife. Til að vera alveg hreinskilnir þá erum við náttúrulega bara smá fullir. Ég ætti að vera degi 4. Það var ég. Nei, ég ertu komin í það. Elst ég finna alveg á mér, já. Það er bara 3 tíma framöndan. Það er ekki að dæma þakka. Nei, dæmir ekki guð. Ég ætti að vera á degi núna, degi 4 af 12. Þá væri orðin þunnur ekki. Nei, þú ert með krakkan með. Degi 4 af 12. Já, ég sötra daginn, ég er ekki. En kannist ekki við að áður að regnaði spatna fyrstu 3 dagar til erlendis er alltaf bestir. Svo fer þetta svolítið downhill. Þú reynir svona 4. daginn, svo ertu vel þunnu 5. daginn. Já, en gristlíki, þá var alltaf eins. Ég veit það, þá er þetta dagdrykja bara á. Aldrei skél þunnur að lóðri. Þú ættir að fara út með Tedda. Þá ertu komin í rauðvin og daginn. Ég held að Teddi muni elska tenni. Ég veit hann elska tenni. Teddi átt að vera á Ítalíu nú. Já, ég held að sé ekkert mikið hrifin í Ítalíu. Ég held að Teddi sé tenni. Ég held að Teddi verði alvöru fyllibita sko. Nær dregur. Það kemur ekkert á óvart svona með pappan sko. En já, herðu, talandum fyllibitur. Við viljum að allir sem er að hlusta og er að fá sér, af því ég veit til dæmis nokkra núna, sjáta á Pálma og fleiri, sem eru að opna bjór og ætla að hlusta næstu 3 tímana. Þannig að við viljum að senda okkur myndir og taggja okkur á Instagram. Og Gylfi Þór Gylfason, fasteinasali vinur minn og í Keflavík, hann er að hlusta með eitt kaldan. Já, Hjöppin er komið með eitt kaldan líka. Allir þessi myndu, hvað er fólk að senda okkur myndir? Bara Instagram? Já, bara tagga okkur. Við viljum fá sjá sem flesta sem er að fá sér og hlusta núna næstu 3 tímana. Viljum við með eitthvað velun og það hefur að gefa? Ég á eitt páskaegg nr. 7 sem ég á að gefa. Já, ok. Besta myndin, það er páskaegg nr. 7. Ef við ekki hendi inn í þetta bara eitthvað, ég meina við vinnum þetta, getum við ekki gefið Stöð 2 marathon áskrift og eitthvað? Stöð 2 marathon, páskaegg nr. 7 og fritt í keilu og pítsur og sigurpítsa. Veip hérna sem er að vera gaman, líka gefa það líka. Þú bara smíðar alveg velum bara á að nanosek. Já, besta myndin, hvað þið að hlusta F95 blöð, annarkvort á Twitter eða á takk okkur á Instagram. En við erum með rosalega þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur. 3 tíma þátt. Já, 3 tíma þátt í fyrsta sinn í sögu F95 blöð. Það eru 4 klefar. Shit. Sveppi Krull mætti einni vikuna, við tókum upp hitaklefa og það er Víðir Reynis, lögreglumaður sem er í hittaklefa dagsins. Letu hann heyra það? Já, við öskruðum á hann. Svo er Steindi Junior með splungun í hann dagskólið sem heitir How do you do fellow kids eða ekki? Jú, How do you do fellow kids og málið það, þessi liður hann snýst bara að komast að því hvor ykkar er meira á tánum í dag hvor ykkar er meira hipp og cool hvor ykkar þekki krakkana betur hvað eru 20 krakkarnar að gera vitið það? Maður er að reyna að halda sér hipp og cool, það er gott með hann. Já, það kemur í ljós á eftir. Svo erum við með Kitty Mag, hún verður á línunni, hún hefur ekki verið í F95 blöð í nokkur ár.
Ég get lofa ykkur að það hressandi viðtal. Svo erum við með graðamanninn Pétur Jóhann Sigfússon mætti hérna í vikunni og tók upp graðamanninn. Hann hringdi í bónda sem var að selja hey. Það veisla líka. Hringdi í bónda sem var að selja hey. Já, hann var vel graður. Við erum með íslensk slúður sem ekki verið lengi. Það brakandi fest. Jú, það var endur daginn, það aftur núna. Já, en málega er að það einn maður hérna sem að koma fyrir. Ég búin að fá ítrekkað sendt e-mail og hann hefur ekki verið lengi. En það Ásgeir Kolbeinsson. Ok. Kolfaður. Já, og náttúrulega flestir vita að hann hefur mikinn áhuga á líkamshita. Þannig að COVID-veiran ekki að fara. Það COVID-hræðsla á Kolbheimilinu. Það kemur ekki á orð. Hann skulle vera stressaður. Við erum með spurningkeppni Gilsverðans. Hvað að vinna með í dag? Já, þetta rosalega einfalt. Það eru páskar og hver meira páskabarn? Það Blöð eða Steinþór? King of Easter. Hljóma ágætlega á blaði. Svo eru fasti liðir, augljósa staðreyndir mæta aftur. Já, Klefi, það pósturinn. Þú hringdir aftur og já, það er ekki líka að fara að draga að tala dónalega hérna eftir það. Nei, við tókum upp, það Rikki G. Já, þú tala dónalega við Rikki G. Það var nelt upp í Keiluhöll. Ætlar að reyna að komast hjá því. Það búið að negla það. Rikki G mætir hérna á eftir og Egil tala dónalega við hann. Það verður eitthvað rosalega kósi. En að setja öll nöfnin eitthvað svona niður í. Nei, það er búið að negla þetta. Getur hvað? Það er ómikið rauðvinn að það er Keiluhöll. Og talandi Keiluhöllina, það er opið þar í kvöld. Frá 5 til held ég 9 eða 10. Og þeir passa upp að þið vil fara í Keilu. Það er gott bil á milli og svo á Shaken Pizza sem eru bestu pizzalandsins. Ef þið kaupið 2 þá fáið 3 og ef þið kaupið 2 þá getur líka keypt 1 og fengið næstu á 1000 kall. En svo það líka og þau að passa líka mjög vel upp á þetta sem ég fíla. Þannig að fjölskyldur sem eru búin að vera saman núna og eru búa saman og eru saman geta alveg hendur í Keilu sko. Það er þannig. Það er nákvæmlega þannig en við erum í stuði og sko, herru, ég með smá breytingu í byrjun núna, drengir. Ég verið með Bubba 4 þætti. Hann heldur áfram en þetta eitt mitt uppáhaldsbubbalag. Það ekki Serbin. Þið geta ekki verið pirrar út í þetta lag. Í dögum. Já, þetta svo gott. Þetta svo gott. Hlaðvarp FM 95 Blöð. Held ég Bubbi Mortens nauðsynlegt að skjóta þá. Sturlalag. Já. Við byrjum alltaf að bubba núna. Við spilum að sjálfsögðu bara íslensk lög í samkominbanni. Það verður út apríl. Ég sko þetta er náttúrulega hvernig, þú veist, það er náttúrulega smá kynnslóðar bila mitt okkar, strákana. Ég spilaði Bubba, sko Bubbi var spilar í öllum partíum þegar ég var ungur. Já, sko ég þarf að spila eftir þetta popstjörnum með utangarsmunum. Það er alvöru lag. Þegar maður var einhver staðar í einhverju heimahúsi, heima á félaga og já, eins og örgulega margir landsmenn núna búin að rífa flippan af einhverjum nokkur banda. Já, við vorum að byggja myndir á bæði Instagram og Twitter. Já. En herðu, það komið að slúðri í FM 95 Blöð. Þetta er erlend slúður. Þetta er erlend slúður, það er íslensk slúður eftir og ég er með svona ágætispakka. Sko, förum bara beint í bíberinn og verum þar. Því að sko, af hverju velja ykkur 3 móla. Nú vil ég ekki vera leiðilegur. Hvað er bíberinn að gera núna? Já, það er ekki góða fréttir fyrir þig. Ég er ekki með bíber í pakkanum. Já, reyndar, jú, veist, ég get svo sem alveg rætt eitt hérna, hann er mjög aktífur og einsta, það vita það nú allir sem að fylgja honum, nánast rugglaður, ef ég var hreinskilin. Og það var ein mynd að því að mér langar að lesa hérna fallega texta. Ég sendi þetta nú á FM 95 Blöð spjallið okkar á Messenger og Steindi sagði bara cocaine is a hell of a drug en meðan við Egill vorum mjög ánægði með þetta. Hann birti mynd daginn á Instagram að Justin Bieber að bara, það eru tré hérna og skíin. Það er ekki merkileg mynd en svo stendur Thank you God for this day. Thank you for the sun, the trees, the grass, the birds, food, water. Thank you the ability to have a relationship with you. Thank you that you have forgiven us everything we have done. Thank you that today is a fresh start. Svo kemur caps lock. Thank you for giving me life. Love you Jesus. Fallegu texti. Sko eins og ég segi cocaine is a hell of a drug. Fyrst það sem þú skrifar hérna. Herru, svo náttúrulega gleymist það. Þetta er mjög nervðar fyrir okkur að vera hérna fyrst en langa heldur en the Jesus hater. Já. Þetta er rosa dagur fyrir okkur. Ég er ekki a Jesus hater, bara alls ekki. Not a fan. Það kemur ljós og eftir í King of Easter. Já, þið getið samt ekki mótmælt í að ég er búin að vera að kalla þetta slúður að núti hægri vinstri. Með bíbunum. Og þetta hefur staðist, allt, hinga til. Og ég er búin að segja, hann var að dæla í hælun á sér. Bara
Og ég vissi það strax. Það var eitthvað djöflasýra sem hann var að sprauta í hælinn. Og svo sagði ég, veistu hvað hann gerir? Hann gefur auðvitað brútið einhverja heimildamind bara til að útskýra þetta allt. Hann gerði það. Já, þú ert búin að vera hans, sko, það er eitt Egill sem að mun hræða þig. Hann er rosalega mikið að posta núna myndum af hvað hann er ástfangin. Af sér og konunni bara. Já, það þetta er nánast orðið óþægilegt. Sagði ég þetta ekki? Ég sagði þetta, ég var bara að kalla þetta. Það stytti skilnaðinn. Já, ég sagði, hann var alltaf snöggur að gifta sig. Nú munum þau splitta. Og veistu hvað? Egill vil meina, ef þú ert alltaf að posta myndum að þið með konunin eða kallininum og þá er stutti skilnað. Það var alltaf abaskýt. Svo kemur fjárhagsveisinnið eftir það. Þá kemur fjárhagsveisinnið. Þú ert alveg pottiður á því. Já. En það var mjög leðilegt, því ég er mjög ánægður að sé The Bolton Family. Já, og þau virka voða happy. Er létt að feika það á Insta? Sko, Bæjardóm er besta mynd sem ég sé. Létt að feika það, bara ein mynd. Já, þetta er svo rífið svo 100 köttur innan 23 klukkutíman á deginn. Ég hef aldrei séð betri mynd en Bæjardóm. Það er besta mynd sem það er rosalega mynd. Hún er top 3. En sko, hversu gaman er við jólabóði þegar Stephen Baldwin, William Baldwin, Alec Baldwin og með þess að Daniel Baldwin og Beat Machine allir að ræða bransa með steik og raut. Ég sá Stephen Hann má ekki til að fá sér raut. Ég sá Stephen Baldwin í hérna hvað hér þáttinn Apprentice. Rauðvín. Já, leiðan hann fæsir rauðvín þá er hann bara fann að mókin nefna svona baði. Jésu breytti vatni í vín sko. Ég veit það, en þú lætur ekki eitthvað fyrirhundi fíkil fá rauðvínsglas. Þá er hann bara fann að dæli hægri. Fyrirhundi fíkil. Bíberinn? Ég var að segja hann daginn, hann er að drekka Bud Light og fleira, hann er að setja það inn. Jesus, þá veit ég. Hann drekkur áfengi, hann er bara hættur í dópi. Já, það gengur ekki. Hvern þekki þú sem hefur verið í rugli sem ég segir, ég ætla að hætta, ég ætla að setja dópið á hillinu en halda áfram að drekka. Ég get lofa því að ef ég þekki einhvern, þá get ég ekki fara að ræða það hérna í þættinum. Nei, en þú ætti kannski bara að gera það og þá veistu að það virkar ekki. Og hlustendur líka. En ég vona að hann haldi þannig því ég vil hafa hann í The Baldwin Family. Já, en Stephen Baldwin, hann var í Apprentice, hann var drepfokking leðlur og hann er í orðin bara sá trúaðast í Hollywood og hann fær ekki hlutverk lengur. Hvað áttu við? Það er besti Baldwinin. Já, I was a fan. Herru, ok. Daniel er endar að mínu, mér veist Daniel bestur. Daniel er bestur. Var hann Alec. Hvað gerði? Nei, Alec Baldwin er náttúrulega eini bróðurinn sem er búin að gera eitthvað. Daniel, Alec, William Baldwin. Nei, William var í Sliver. Stephen Baldwin. Já, Stephen Baldwin þar er verið í öðru seti. Alec þarf að fara í þriðja seti. Þetta er eitthvað ruggla. Alec næri ekki á lista. Menn vann með þetta Daniel. Hafið hort á 30 Rock? Menn hort á Daniel sem trúðin á þessum bræðrunum. Ég veit ekki eins og hvað það er. Daniel Baldwin. Já. Fara bara í IMDb, veldur randommynd með Daniel Baldwin. Nefndu mér eina mynd sem hann leki eða einhvern sjómarstátt. Getur það? Já, hann hefur lekið myndum eins og til dæmis Little Red Devil. Little Red Devil? Hvernig kom hún út? Ég gjössalega mistaði henni. Var hún í bíó eða? Hún var góð, hún bara hitt ekki. Já, hann lek í City Baby líka. City Baby? Vá, þvílíka myndir. Herru, ég ætla að halda áfram í slúrið. Þetta er bara lélasta sem ég heilt. Ég efast að ná að hendi í podcasti sem það er. Þáttastjórnundin Ellen DeGeneres, hún er í vesinni. Það er mikið verið að rakka hana niður og hún hefur verið harðilega gagnrýnd eftir ummæli sem hún lét falla í síðasta þætti sínum, en þá vildi hún meina að COVID, að hanga heima í COVID væri eins og að vera í fangelsi. Og þetta fór vist illa í bæði fanga og aðra því að hún náttúrulega býr í húsi sem er metið á 3 eða bara 2 milljarða sko. Já. Þannig að hún býr í að mansion. Já, hún fekk mikinn skít fyrir þetta og það er, herru, óþarf að móðka fangana sko. Já, líka er eitthvað erfitt fyrir þessar stjörnur að vera í. Hafið sér til dæmis Dan Bilzerian, hann er að kvarta yfir COVID. Hann er með gym heima á sér, trampolínhús, hann er með pókersal, þetta er bíósal. Ég myndi að hanga heima hjá mig bara allan sólarhringinn, ég myndi búa hann. Ég meina, ég heima á mér til dæmis. Ég er með Call of Duty, ég er með fullt af rauðvinni, ég er slagur. Já, þetta er ekkert að taka á þetta COVID-rugl. Ég er slagur. Já. Þú ert líka með geggjaðan pall og með einhver svona pallur er svona 300 fermetrar. Já, búið að vera snjór úti sko. Svo, býtu hvað, okkur þetta Heiðdís Rós í sótkví á Snekkju. Það er hérna hérna smá íslensk slúður. Vitið hver Heiðdís Rós er? Já, það er hérna Instagram hérna. Hún er svolítið í slúðinu. Já, hún er vist bara living the good life. Hún er í sótkví á Snekkju. Hún er að gera allt vitlaust á Miami. Hún er einn stærsta stjarnan þar og af hverju ég ekki sótkví á Snekkju? Býtu, er Íslands stelpa einn stærsta stjarnan á Miami? Já, svona influencer. Það gengur vel hjá henni. Og af hverju ég á Íslandi en það er fólk í sótkví á Snekkju? Útskýrað fyrir hann bara. Ég væri til að vera í sótkví á Snekkju. Er það? Myndið ekki fá leið það þig? Já, djúðlega ekki leiðilegt. Vá. En sko, þú mátt ekki fara af Snekkjuna, þannig að skára hérna á Íslandi og leiðum fara út í búð.
Þetta var eiginlega slúðupakki. Ég skal viðurkenna, þetta er lélegur pakki sko. Þetta er lélegt hjá þetta. Já, þessi var ekki alveg nógu. Þið líka trufluðum hans með öllu þessu Bieber. Nei, bara út af því að föstudagur langi Jesú krossfestur Skál fyrir Jesus. Já. Skál. Nei, þú mátt ekki skála, Steindi. Þú var ekki að taka þátt í Þú bjóðnir niður. Já, settu bjórið niður, það strax. Veitu, akkur má ég ekki Skála hatar Jesú. Herru, af því að þú trúir ekki á hann. Skál, Skál, Blondell. og Bieber auðvitað að lausta Jesus King. Jesús Herru, við Mátt ekki skála fyrir Jesú. Hlaðvarp FM 95 Blö. Frelsið er yndislegt, syngja nýdönsk, kannski ekki alveg við í dag, það er nú ekki mikið frelsi. Hvernig vist þér eftir hérna mín ánægni? Frelsi er yndislegt, gera saman. En svona byggjum að fá þess maður vatn á milli kynninga. En það er eins og er komið að næsta dagskrárlið. Hann heitir Hvort munduru frekar. Já, komið á honum. Já, og ég sé hann í dag. Það er rosalegt. Já, það er bara þannig. Og eru þið tilbúnir, drengir? Já, við erum klárir. Þetta er, ég viðurkenni, þetta er svolítið svona, þetta er sami í rauðvinni. Þannig ég byrst aðsökun á því, þetta er nú ekki dónalegt þannig, en þetta er svona smá, þetta er allt eitthvað tengt að bögga mig þegar ég með allt tengt eitthvað kynlífi, sko. Þjóðin gefur slaka því að komið að síblöðaran og það eru páskar. Já, við áttum að vera frí í dag. Varstu að leggja í, varstu í kóju í gerð? Við erum vinnu alls. Nei, ég segi nú ekki kóju, og nú er hérna að segja aðeins, herðu, eru þið tilbúinir? Já. Fyrsta spurning, hvort myndið þið frekar? Vilja fá páskaegg, en stórt og þið viljið páskana, eða kynlíf? Þetta er erfitt fyrir Steinþór. Það elskar súkkulaði og kynlíf. Þetta er bara uppáldans bæði. Ég elskar súkkulaði. Þetta er þvílít verið sem Ég elskar súkkulaði nefnilega ekki, það er mikið sko. Ekki? Nei, þá er það létt. Ég nefnilega er ekki, sko, nei, málega það. Ég elskar nammi sem er inn í því. Það er svolítið. Ertu spenntar fyrir þér að opna eggið og hvað kemur út? Já, mér finnst það skemmtilega. Og ég, sko, það er málsáttur og þetta er svona stemmari. Við felum eggin, sko, það er svona hefð. Við felum öll eggin. Bara þú og kona fyrir hvort öðru? Nei, við drögum. Eru við flippaður og fæleir á nærbuksunum á það? Það er hræðilegt maður, eitthvað bráðna egg. Við felum fyrir hvort öðru. En hérna, ég er smá spenntur núna því að ég fekk mér egg sem er svona piparfyllt. Hvað er að fara í stór egg? Við fórum bara í nummer 4. Ok, þannig að núna, basically, þú mættir ekki taka þátt í leiknum á heimilinu. Hvort myndir þú velja, eggið eða kynlíf páskanum? Sko, náttúrulega kona mín er það kasólétt. Ég geti bara trúið að það geti verið hættulegt ef við færum að taka eitthvað vel á því. Það er bara að setja hann að staðminnaru. Já, svolítið. Það er ekki bara jákvæmt. Nei, þá er bara alltaf fyrirburi og hvernig er það sett? Ég er fyrirburi. Hvernig er það sett? Það er ekki gott þá. Flókið spurninga. Ég fætti sko 20 dögum bara 20 dögum eða eitthvað fyrir Já, reyndar, ég held að sem ástæðan bara þú er svona skrítið. Náttúrulega mamma en keðjureikti á meðgöngunni. Já, hún mökkreikti sko. En og aska, ég fekk nesti með ösku í og allt. Það má ekki. Ég veit mér þess að hlusta þannig að hún var ekki að keðjureikti. Ég veit alltaf. En ætli að svara spurninguna? Hvernig er kona sett? Hún er sett 11. maí. Og það er að pínendað fram í 13. Það var rosalegt. Veitu hvað er þá? Ammaliðans Egils? Já, þú átt ammali 13. Já, ég verði að halda sig í 2 daga viðbót. Já, það var ekki Það er ekkert svo ólíklegt. Það var einhver að segja mér daginn að 11. maí það var sko ammali Kópavogsbæjars. Ok. Það er ekki merkilegu dagur. Ég og Ronny Coleman í ammali 13. En þetta pínendað fram í það? Já, ég skal gera það. Ronny Coleman, Já, þá tek ég Hey buddy. Þá tek ég súkkulaði ekki spurning. Já, ef ég ætlum að reyna að fara súkkulaði ekki frekar en kynlíf. Sko, mér finnst alveg súkkulaði gott eins og öllum öðrum. Og hann er ekki alveg að töffi. Þetta alla páskana. Já, hvaða, 4 dagar? Númer hvað var þetta? Páskaði ekki í mæli númer 7. Er það sem skiptir máli? Hversu stórt ekki er? Ég tek páskaði ekki hana. Já, öruglega margir sammála á því. Kannski ekki Rikki. Jú, þetta var erfitt fyrir Rikki. Spyrjum hann eftir þannig kemur. Heldur hann sé að fara að veðsetja eitthvað páskana? Jú, þetta var ég til í það. Svoðan næsta, hvort myndið frekar alltaf þurfa öskra eins hátt á því getið þegar þið náðu hámarki eða alltaf skít í ykkur þegar þið náðu hámarki? Þetta finnst mér að vera frekar létt sko. Öskra? Nei, ég meina að skýta í sig. Það er, þú veist það heyri það enginn sko. Ég og vin sem það heyrist vel í honum alltaf hann er hámarki sko. Það skýtir í sig. Hitt er svona meira sörl, fattur það? Þú, veistu hvað, Egill, alltaf þegar við tölum kynlíf hvort það sé eitthvað skrítin fettis eða eitthvað sem er að öskra og jari
þá ert þú alltaf með einn vin þinn sem er nálægt þér sem þú þekkir Þegar ég bjó í Bauðakonni þá átti ég félaga sem bjó íbúinu fyrir neðan mig Það heyrðist vel í honum Og alltaf þegar ég var uppi Ákveður fyrst með eins og að sagt þetta áður í þessu Alltaf þegar ég var að horfa á sjónvarpið Mér líður svona eins og að koma inn á þetta áður en ég veit það ekki Þegar hann var að stunda samlíf Það fór ekki fram með neinum í hverjun Var þetta Kristinn Pálsson sölumæður á sporthúsinu? Eins og yfirleitt alltaf Nei, hann hefur aldrei verið nákvæmlega minn En staðan hefur nákvæmlega eins ef hann hefur verið að finna það Þess er í besta podcasti landsins þess að dana Við nefnum ekki nöfn Erðu, hvort segið? Er það bæði bara öskra herra? Þetta var síðasta sem ég sambyggjaði Hún er ekki góð, ég veit ekki hana Það er ísi þegar hann er hámarki Nefnum stefni kúkafettis Nei, málið það, annars þyrftum maður eiginlega að vera með bleiu Hvernig ætlar að sofa hjá með bleiu? Mjög margir með pissufett Ætlar að vera með gat Já, maður þyrst að klippa gat framan á og vera með bleiu Ég held þetta sé ógeðslegasta ímynd sem ég séð af þér Nei, já, hvað myndur þú skýta í rúmið þetta? Þessi var illa þessut, hættum þessu Síðasta, ok, hérna er í forvitin Hvort myndið frekar alltaf fá það eftir 20 sekundur sem er ekki gott Helviti varstu thirsty þegar Ég sagði það áður í byrjaði Það er ekki svona einu lægi Það er ekki einu lægi Nei, alltaf fá það eftir 20 sekundur eða alltaf fá það eftir 1,5 tíma Þá er ég að tala bæði þegar við bara einum í sjálfum ykkur Helviti long session Ég tæki alltaf 20 sekundur Er það? Já Verða fyrir konuna Já, það er En þú náttúrulega hugsa bara raskat á sjálfu þig Það er ekki fyrsta sinn Nei, ég ger það ekki Ég er að segja, þú veist Þá myndir maður bara þurfa að vera með ekstra langan forleik og einhvern megin Hvað gerur þú í forleiknum? Nei, ég segja, maður myndir finna út úr því Þú veist, 1,5 tími Þú ert ekki að gera koninu neitt greiða með því heldur Nei, kannski ekki Stendi er ekki líka, hann er ekki staminu í 1,5 tíma, hann verður döður eftir korter sko. Rétt svo getur spila tölvuleiki í 1,5 tíma Það er ekki að fara baki í 90 minn, ég lofa því Nei, en það er ekki fræðilegur í helvít Nei, en máli er að, þú veist, það er ég get lofað þér, það eru ok, ég get ekki sagt allar konur en það er ekki vinsælt þegar þú ert í 1,5 tíma að fá það þá er kona bara fann að segja, já, þetta er ekki bara Nei, en 20 sek, þetta er sko hrikalega Need to play Já, þetta er ekki þægilegir Beautiful Day með YouTube Bono er alltaf byrjar að syngja Já, þú er alltaf eitthvað aðeir að hlusta á Bono með að sofa hjá Það er mjög langt í að komast í viðlagi allavega, sko Hvað ertu, 50? Það er að setja Bono á It's a beautiful day Feikir á ilmkertum bara Ég veit ekki, ákveður sett ég það undir daginn þegar ég var að tala tónala Félag með sér bjóð neðra það eins tölum á hann setti þetta alltaf á þegar hann fór að baka Það er rosalega Þú setur ekki Bono á En betur þannig að þú velur 20 sek Sko, þetta er blöður, hræðileg valmölugur Ég veit tek frekar 90 mín en 20 sek Það er vel gert, ég held ég sé sammálagli Er það? Ég, sko, 90, þú veist En það er til þess að þú nennur þessu sjálf með einn Já, þetta er 90 mynda cardio, hann er þetta gott fyrir helsuna líka Er það ekki bara holdt fyrir ykkur að vera alltaf í hádeginu heima hjá okkur og djöflast? Bara komið bullandi tennisolbúð að þú klára þetta Herðum, þetta var kortmyndur frekar Hér næst er það pósturinn þegar Steindi hringdi frá póstinum að því að allar hafa búið að senda kynlífsvörur Já, bara, þú veist, kynlífsvörurnar er að klárast úr búðum Já. Þannig að það er gott að hringi fólk og segja bara því miður sendingin, hún kemst ekki til fyrir páska Ekki missa því en við ætlum að byrja á föstudagslægi Þið náðu ekki að henda í nýtt lag því að það voru veikindi í gangi Hér eru Sverrir Bergmann, nei ekki COVID Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar með Rise Up Þetta er síðasta föstudagslag sem þið gerðu held ég Tjekkum að þessum You're broken down and tired He'll do it 1,000 times Held ég, Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar Föstudagslag, ég sakna þér að Já, við þurfum að fá nýtt föstudagslag bara sem fyrst það er svolítið svoleiðis Þetta lag á líka bara vel við í dag We'll Rise Up Já, Ef þú ert að hlusta á Video Game Tart, hvað þú syngdu Já, rosalegu söngari Þetta er Rise Up föstudagslag Síðasta föstudagslagi sem var held ég hérna hjá okkur Og herru, það er að dælast inn myndir Fólk er að taka okkur á Instagram Endilega haldið þið áfram Sýna okkur hvað þið eru að hlusta á með kaldan Ég er bara að keiri gott repost session eftir I repost everybody Þannig ég segi að þú hlusta og hell í þig Taka okkur inn Ég er að fara repost veist Og þessi Bjarki sem sendi myndina sem er flöskuborðið Hann var búin að setja flöskuborð heima á sér fyrir F95 blöð Það er það besta sem ég sé Ég er að fara að reposta því Við repostum þessu öllu En það er komið að fyrsta klefa dagsins Og það er klefið sem við tókum upp bara í dag Já, og áður fórum upp í Keiluhöll Já, og það er, við köllum hann Þetta er pósturinn Já Og það var svo gaman að við lásum greinum daginn á netinu þar sem að öll hjálpartæki væru nánast að klárast á landinu Því að það er allir heim einhvern veginn, það er samkomiðbanni eins og Egill var búin að spá, það er allir einhvern veginn í einhverju Hvað var ég búin að segja? Það var leiðið að mér í saðan daginn sko Já, þú sagðir að það væri hristingstímabilið mikla og það var rétt hjá þér Og við erum að, það sem þetta gengur út á
Við erum með, þetta er svo geggja sko, við erum með kennitöluna klára gegnum þjóðskrá, fullt nafn, heimilisang, allt klárt. Við sláum á allan vafa, við ringjum í mannesku og segjum pósturinn hérna megin, við getum ekki komið sendingunni til þín, af því að það er komið föstudagur langi og allt í rugli, en ég ætla aðeins að lesa fyrir þig hvað þú ert að fá í kassanum eftir páska. Hér kemur þetta síndal, tekum á sem. Bryndís? Já, þetta er Bryndís. Já. Já, hæ, Andri heiti ég, ringi frá póstunum. Já. Ég ætla bara að láta að vita að sendingin kemstur ekki til þín dag sko. Hvað er sending? Ég er með sendingu til þetta bara pósti, en þegar kemstur ekki til því að föstudagur langi og er allt í rugli ykkur meginn, allir heima veikir og eitthvað. Já, ok, já. Er það alveg lagið þín vegna, hún komið bara eftir páska? Já, skiptir yngur máli. Nei, ég er að horfa á þetta er eitthvað Deep Butthole Plugger 2000. Ha? Þetta er eitthvað svona Black Hole rassakítla hérna. Ég skilði ekki alveg hvað talum. Nei, bara fullt að dóti í þessum pakka. Make my penis bigger, það er svona einhver tippaframlengjari, eitthvað svona plasthulsa sem þú setur á penisin og lengist eitthvað einhverja sentimetra. Varstu ekki að panta þannig að? Setja á hvað? Þú setur hann á penisinn. Varst þú ekki að panta svoleiðis, Bryndís? Nei. Ha? Ég kannast ekki til þetta. En endur hlaðanlega hann dökkan strappból með sokkskál, setur hann bara vekk og hamast á hann. Varstu ekki að panta hann eða? Ég skil ekki hvað tala einu sinni. Nú. Fyrir hvað er þetta notað? Já, maður er þetta að giska, þá hugsa ég bara að opna þetta allt upp og go for it. Ha? Já, sko, það er allavega, það er einhverja hálfi líkamar hérna líka. Það stendur þetta eitthvað fuck me silly dude, 8000, það er eitthvað svona gerfi líkamar með til hann upp í lofti. Ertu ekki að djóka? Nei, svo líka hérna put your penis in my mouth machine, það er svona hálft andlit og gummi. Ertu ekki að grínast? Þetta er eitthvað rugl, sko. Þú varst þú ekki að panta, er ekki kennitala þín 3005? Jú. Já. Þá hlýtur eiginlega að vera, þú hafi verið að panta alla þessar rassakítlur. Og hvaðan átti þetta hafi verið pantað? Þetta var bara, er þetta ekki Bryndís Jónsdóttir? Jú. Já, þú hefur greinilega verið að panta þetta allt, endurhlaðanlegan dökkan strappból með sokkskál og rassakítlur. Ég hef ekki pantað neina rassakítlur, sko. Núna er alltaf klárast náttúrulega, það er allir heima með COVID, þannig að það er allir einhvern veginn bara hamast eins og kanínur, það er alltaf hreinsast út úr þessum búðum. Veistu það, ég hef aldrei dottið í huga að klóra mér á raskatinu með einhverjum drasti. Það er ákveðin skellur. Ákveðin skellur, hvað meinaru? Nei, að því að nú sit ég einn uppi með þetta allt saman, ég er hann upp á pósti, sko. Já, þá klórar þið bara raskatinu með þessu. Já, það getur bara vel verið að gera það er enginn eitt annar, ég er eitt að ringja út. Já, heyrðu, ríð þetta bara upp og klóra þér eins og getur öskan. Hvað píja var þetta? Hún hafði svo lítinn tolerans við þessu. Herru, ríf þetta bara upp og klóra það bara sjálfur í raskatunum með þessu. Ég var ekki með neins svör, þetta var svo geggja. Þetta var æðislega kona. Þetta verður ekki tókast. Nei, ég væri bara til í að finna út hvar hún á heima, fara til henni í kaffi og eyða með hún páskana, sko. Hlaðvarp FM 95 Blöð. Það er Daði og Gagnamagnið. Því miður ekkert Eurovision í ár, því að ég er nokkuð vissum að þetta lag hefði nú bara farið ansi langt og ekki bara ég, voru ekki veðbanka. Við erum nú konni með Eurovision sérfræðing okkar hérna inn í stúdíóðu. Rikki G, verður velkominn. Takk fyrir. Þú hefur nú hort á 2-3 keppnir. Já. Og hefur alltaf reyndar, hefur aldrei spáð rétt sem ég kynntist þér. Jú, reyndar alltaf. Nei, ekki fyrir það, þú varst alveg pottitur og eitthvað lag myndi vinna og ég veðjaði á það og það skeit. En þetta lag hefði það unnið, Rikki? Samkvæmt veðböngum og eins og sagt er Bookies Knows, lengst af áður en að keppninu var frestað, þá var þessu lagi spá sigri. Og þetta er líka, hversu þreytt er þetta? Í fyrst skipti sem við erum favorite samkvæmt veðböngum, kemur ykkur fucking veira. Og hún eðilega ammælið mitt líka. Því ég ætlaði með ammælið mitt 16. maí sem er sama dag og Nei, það er ekki að halda það. Ekki 16. maí allavega. Anskotin, jólur. Ég var bara að hlaka til, það er svo gaman free alcohol for everybody, það var konceptið í ammælið mínu. Það er ekkert annað, það er nú til að gamla. Maður En vonar okkur ekki bara fyrstu 3 og svo bara kaupiru.
Maður vona samt að Daði og þau fái bara eitthvað geggjaðan samning út á þetta. Menn þetta lag er búið að vekja þvílíka athygli erlendis. Það er möguleik að Daði keppi fyrir okkur á næsta ári. En Einars, og hann er basically búin að biðja um það, eða verður ekki haldinn undan. Hann vill ekki taka þátt í söngakeppninni. En ef að RÚV ákveður, Já, bara senda hann út. ef að RÚV ákveður það, Nú segi ég eins og Hjörbergi búið eða no of taxpayers money í þetta rugl. Jú, af hverju ekki bara Út með hann. Ég vil alltaf halda söngaketna, ég get lofa jú, það er peningur í, það er innkoma. Sleppa bara sér söngakefn og senda mannin út. Hann vann þetta. Já. Hann gerði það. Hann gerði það, bara kallir. staðan. Já, herru, en Rikki G mættur, við vorum upp í Keiluhöllaðan og það var pílað upp á Ég var að vona að við myndum draga sín í beinni en það er bara ekki þannig. Þetta Nei. er bara, ok. Nei. Þú, eins og staðan er núna. Mér finnst alltaf, ég er alltaf einhvern veginn að tala dónalega við aðra. Nei, ég var að tala dónalega við Steinda bara síðast. Ég er búin að vera í þessu frá byrjun. Herru, þú er aldrei talað dónalega. Nei, en ég þurfti að þóla þetta og ég, veist það, núna auðviti, að vera núna bara á hliðalínu eins og þú, þetta er veistla. Ég er bara með bjór hérna, ég ætla bara, ég hlaka til. Já, ég var til að vera á hliðalínu og gera ekki neitt núna, sko. Þú varst þannig síðast. En Þetta er Rikki, svo normal, ég er með svona svo fólk veit út með svona sting í maganum út af stressi. Þetta er óþægilegt. Mér líður þannig núna. Já, ég fann að Mér líður að segja þetta er próf. Ég fattaði það síðast þegar ég var að gera þetta. Hvernig þér er búin að líða. Þetta er ógeðslega óþægilegt. Það er ógeðslega að vera á hliðalínunni. Og það er fyrir eitthvað langt á millakonuna. Já, þetta er bara viðbjöð. Líka sko, ég held að sé Ég er aðeins líka bara að skrifa ykkur 20 púnta. Ég er ekki meðvist. Ég er ekki 20 punktur. Já, bara hvað ég segi við Rikka, þú veist. Ég er bara að tala en hei, þú getur samt huggað við það. Þú ert að fara að tala dónalega við Rikka en ekki Steinda. Því að Steindi er náttúrulega svo óþægilegst að tala dónalega við. Hann alltaf kann ekki að taka mótið, sko. Kann Nei, ekki ég taka bara- móti þessu, þú já. kannt ekki að tala dónalega. Það er Ég þannig, við ætla skulum bara tala að hreina reynda íslensku. að vera með Steinda. Ég er búin að hlusta á þetta og ég ætla bara að sammála Steinda. Ég lofa þér, þú ert að fara að fá okkur Ok, viðbjóði. en að setja á Massive Attack, Unfinished Sympathy þegar William Baldwin og Sharon Stone stundu samlífi í stórmyndinni Sliver. Setja það á, takk. Hvað sagði það heiti? Ég er bara svo ánægt að sé ekki Bono sko. Unfinished Sympathy. Já, þetta er hérna. Er þetta lagið úr Sliver? Já. Paldi, þú velur þetta lag, svo leistu auðvitað taka Bono. Já, það var Hann ekkert ræður eðlilega bara, ósexy lag. Ég bara, þetta er bara lag sem er sexy. Rikki, er þetta lag að gera eitthvað fyrir þig? Nú eru þið saman upp í rúmi og hann er að fara að tala dónalega við. Við ekki þetta er ekki að kveiki í mér. Nei, Það hafa eitthvað Eurovision-lag Ok, fyrir ég er með headphone og aðeins harra kannski bara svona. Ekki herra. Við með góður. 10% upp kannski. Ok. Úff. Ertu búin að vera óþekkur kleinur hringur? Þú voru að svara það? Já, Þið eruð- nei, alls ekki. Alls þið ekki. eruð í Ég- kynlífi. Ég er með þér upp í rúmi. Nei, Það er að þegja bara. Það er að spyrja hvort þú er búin að vera óþekkur. Ertu búin að vera óþekkur það? Ekki að mér vitandi. Ertu ekki veislustjóri? Hérna er Mike fyrir þig, tala í þennan. Jesus. Af hverju er það ennþá með hennar lík? Já, hæ. Ég vil fá öll þín 33% upp í rúm núna. Já, ég er á leiðinni. Jæja, Kleini. Haltu þau saman og farðu á hnén. Ói, bara Ok, nú ætlum ég bara að vera með. Ok. En byrju, Kleini, ertu búin að stytta þetta? Kleinur hringur er svo langt. Já, leiðilegt ok. orð. Þetta kallar hann kleina. Ok, ég hérna, já. Það er svo Rikki sér að reyna að drífa þetta af. Já, ég hérna, ég komið þangað. Ertu ekki rosa duglegur að lýsa? Lýstu þessu top of shit. Þetta er það sem ég var að tala um. Ég meina, þú veist, Egill kann þetta bara ekki. Ég er búin að segja, ég er búin að hlusta á þetta. Þetta er ekki að tala dónulega. Þetta er búin að ganga ágætlega fram að þessu, fannst mér. Þetta er ekki, þú veist, þetta eru bara særingar. Þú veist, bara að særa mig. Þú getur ekki sagt Top of shit. Maður spyrja, top of shit. Hvað á það kveikið mér eða? Lýstu þessi og fett top of Hann shit. sagði ekki fett. Hann sagði bara top of shit. Top of shit. Er það, Og þetta hann er að lýsa leikjum. Já. já, á þetta kveikið mér eða? Ég er bara að tala dónalega þetta. Mér fannst þetta ekki það gróft. Nú, er það ekki? Kallar hann samt top of shit. Hann er að tala Ég er dónalega. að gera það besta þetta. Spegla þetta, ef þú væri heima á þéruti bara með konuninni, hún myndi segja henni að tala smá dónlega með, þú myndi segja ok, you top of shit. Þú veist sjálfur, þetta myndi ekki virka. Við erum að reyna að gera þetta raunverulegt hérna. Ok. Ég er allavega Ég held bara að þið skiljið ekki koncept. Tala dónalega. Það er tala dónalega. Þetta er samt búið að vera ágætt finnst með fram að þessu. Mér finnst það ekki búin að vera vondið hann. Já, hún er Ok, við baknað. hvert er ég komin? Er ég komin á, já, Ég ok. bara, ég er að vinna með niður listan hérna. Veistu hvað er í matinn? Nei. Það svín í matinn, skelltu það eldursporðið. Wow, byrju, hæ? Nei.
Hvað? Svín í Það var að kalla þig svín sko Nei. Er það ekki það? Er það ekki? Það sagði það er svín í matinn og skelltu þér á eldhúsborðið. En það sem ég tengi við þarna frá kynstárunum er að þú hata nú ekki eldhúsborðið, ekki? Nei, en ég er ekki svín Það er basically að segja, herru, þú ert svín og Já, hendur þetta kveikir mér að ég liggist eins og svín á eldursporðið Þú ert fætt, segir Er maður. það aftur eitthvað meira? Maður sjá þið skríða á guttormur. Segð þetta aftur Hvað sagði þið? Það var að kalla þig Má ég sjá þig hvað? Skríða? guttormur. Það er feitasta nautin til þeir. Það er naut í hústæringarinn sem er guttormur. Það er legendary. Það feita nauti þarna sem er alltaf allir að horfa á Það það er svo 400 kíló á naut. Já, ég ætla bara að vera með Já, ég skal skríða fyrir þig Steindi er, sko Rikki og Steindi er svolítið sammála að þú kannt þetta ekki Mér þetta svona aðeins kannski Aðeins kannski Er ekki guttor með hálft tonn eða? Það var að kalla naut með offitusjúkdóm sko. Hann var bara að segja það. Nautur er samt mjög hraust Þess vegna tala um að vera ok. naut hraustu sko Þannig að ég, mér finnst þetta alltaf Það er svín í matinn á eldhúsborðið með þig. Aftur með það. Hvað er þetta fulla? Þetta er rétt á. Ég er komin á eldursporðið Má ég aðeins heyri þið pork chop. Pork chop. Hæ Hann er að tala, já Hæ Rikki, ertu orðin Öskraða hann skorar eins og áttu og getur. Þessu þetta er Lisa Lake. Gerðu það bolla, öskraða. Öskraða hann skorar. Hann er búinn að skora. Þetta er ógeðslegt Já, þetta er bara, þetta er ekki komið gott Nei, bara ég bara vil ekki meira sko. Ég Ég er með hérna Það er að það sem er ógeðslegast að vita Ég held að Rikki sé farin að fíla þetta. Nei, alls ekki sem var yfir tvær hérna. Hórið í auguna með grís var einina. Þetta er alveg svolítið mikið svín sko. Hvað er ég að gera? Ok, ég hörðu. Þið eru svo góður í þessu. Allir svo geggja góður í þessu. Má ég spyrja eitt, hvernig ert þú í samband? Hvað með? Ert þú að segja við konuna upp á borði með svín og töff í shit og þetta er bara Það veldur þetta á stemningun og með hverju með. Já Ég er að Akkur tala segir þú dónalega. jáblu? Af því að ég er sammála með þetta fyrir náttúrulega eftir hverju meður upp í rúmi sko. Ég myndi ekki tala eins við þig og konuna minna Ég er bara við tveir væri með samlífi. Ég myndi Þetta myndi kveiki þér mínum Nei, þetta kveikir ekki mér Við getum bara orðað þannig að Egill er vesti. Já, Ok, ég er þetta er klárt Ok, ég er bara Þetta er versta hugmynd Þetta er versta sem Það ég er er bara staðfest. En ef ég hætti þessu leik bara, hvernig hljóma það? Nei, þú þarf bara betur bæta þig. Vera betri í þessu. Akkur segir ekki bara Mér langar í þig eða mér langar að fá þig Ég meina, það er að tala dánalega Það er ekki að tala dónulega með langar í þig Nei, en ekki heldur að segja hendur upp á borð feita svínið þitt. Nei, ég er sammála því En sko, hvort er rétt? Rikkið, maður er ekki að tala dónulega með að segja með langar í þig Þá ertu basically bara að vera góður Þetta kallast að talk dirty. Já. Menn gleyma dirty hérna, sko. Hvað myndir þú hendi, Rikki? Ef þú verður að tala við Já, segjum bara konuna þína En hann væri að veðsitja. Bara Ég vil sjá þig fara Nei, ég ætla ekki að gera það Ég ætla ekki að gera það Ég vil sjá þig. Sorry, ég ætla ekki að gera Segðu þetta. Hvað var að koma? Hörðu, ég var að Haukur og næstu búin að plata mútið þetta Þetta er circle of trust. Ég vil sjá þig fara. Ei, við erum bara fjórið Þetta er Hvernig bara er þetta veisla. enda? Við erum fjórið inni. Þetta er Ég circle meina, of þú trust. veist Ég hugsa bara Ef þú ert með konu eða kallmennu og ert að reyna að koma ykkur í gang þá er það bara, þú veist ég vil bara sjá þig fara úr þessum buksum bara rífðu buksunar af þér eða eitthvað svoleiðis ekki Er það að tala dónulega sann, sko? Hvað er línan sann? Nú er ég ekki eins og að Ég er greina eins sem skilur þetta konceptin. Nei, þú skilur ekki Nei, ég meina En bara hvað er línan í farðu á þessu? borðið top of shit Er það að tala dónalega? En Rikki, hefurðu Þetta er bara vestar sem ég veit sko En hefurðu talað dónulega, Rikki? Já, oft Oft? Vel Já. gert. Já, ok. Hvað getur þú að gefa okkur smá dæmi? Getur þú ekki hjálpa þá? Nei, ég meina, þú veist, ég maður bara kannski segir bara Þú veist, bara er komið matur Nú, ég er til Hæ? Eru getur að fara í lag? Getur það? Nessi, Rikki Hvað var Ég þetta? held að sé að eftir svona 2-3 mánuði það er allir búin að taka um dagskurleiði fram og tilbaka kemur á sig ég er bestur í þessu. Nei, það verður ekki Ég get lofaði því Hvað sagður þú, Rikki? Ég- er komið Förum í lag. Matur. Já, ég er til. Já, Er það að tala þá dónalega? var kona mín basically maturinn á borðun Erðu, já, já Já. Það er einhverja nóti sem á gamla myndir Við ætlum að gleyma hérna síðustu mínútunum í þessum þætti Böndi, Steindi og Gils Í FM 95 Blö Alla föstudaga Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttur. Það held ég þér að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og það ég er peppaður og ég veit að það eru margir úti að nóti peppaður því að þetta er fyrsti hitaklefin í mörg ár og já,
Makkarinn minn í hittaklöðum, Sveppi Krulli mættur hérna í Ég stúdíói. bara veit ekki hvernig ég á að haga mig sko. Þetta var mjög vinsæll dagskrárliður þegar við vorum á þriðjudögum. Þá tókum við upp hittaklefa og þá voru margir, bæði góði menn og konur komið í hittaklefan. En við erum með rosalega einstakling í dag. Það er, bara heitasta lögga landsins. Víðir er í hittaklefa dagsins. Það er svaðið. Og það eru margar spurningar sem við þurfum að spyrja hann. Og ég held nefnilega að Víðir sé ekkert að segja allan sannleikann sko. Nei, við bara komumst að því núna. Það er svolítið þannig. Erst þú tilbúin, Sverri Þór? Hvað, fórum við síðast í hittaklefa 2010? Það er orðið mjög langt síðan, þannig að við skulum reyna á þetta. Ég ætla að hringja í Víðir löggu. Víðir. Já. Komdu sæll og blessaður og verður velkomin í hittaklefa dagsins. Sælir. Herru, hvað þarf að vera langt á milli fólks í dag? Það er bara svona 2 metrar alveg pasta. 2 metrar, nú að Sveppi 168 cm. Er þetta að segja það sé ekki nóg? Nei, ef hann stendur upp á stól, sko, þá getur það stoppið. Þetta segir sér dörgur! Já. Er ekki nóg að segja Sveppi á milli fólks? Ertu að gera upp á milli? Sko, það er 2 metrar eru pasta. Hvenær má ég, Víðir? Hvenær má ég halda partí? Þú mátt gera það svona bara helgar eða þú ert ekki með fleiri 20 manns hjá þig. 20 manns? 20 manns er ekki partí, Víðir! Hvað skoða partí? 20 manna partí? Það er ennið því enginn! Það er svona bara venjulegt partí fyrir flesta, sko. Af hverju má ég ekki fara upp í sumarbústað? Já, það er bara svo mikið smittætt að þú ert í sumarbústaðnum. Það er ekki smittast á grillinu! Og heilbrigðiskerfið þú ert að gera það. Hvenær er þetta helvíti búið? Það er erfitt að segja til það. Það er svona þegar vorar allavega þá léttar eitthvað til það. Talaðu alveg! Við viljum skýrsvar, Víðir! Já, þetta er bara skýrt eins og við getum verið á þessu. Verður þetta einhvern tíma búið? Já, örugglega. Þú lýgur! Hverjum hlýðir þú, Víðir, ef allir eiga að hlýða Víðir? Já, ég hlýði konunum minni bara. Er ekki hægt að handtaka þetta COVID-rugl? Nei, það er ekki. Ertu ekki lagga? Jú, en svönd er bara ekki hægt. Hvert má ég fara páskana? Bara ferðast innan nú, þú getur farið, skipta og farið Má ég gera eitthvað með leið á fjölskyldunum minni? Þá ferð út í gönguferð. Má ég lappa upp á Esjuna einn? Já, það mátt það. Ég nenni ekki! Lappaðu þá bara í garðinum. Má ég fara í ræktin eftir páska, Víðir? Má það? Þú getur bara út að lappa og getur skokkað úti. Er það því að skokkóttur? Nei, það kemur volin ekkert við. Hvern má ég faðma? Þú mátt faðma tríu til dæmis. Ég vil ekki faðma þig, Víðir! Hvað langar þið að faðma? Mér langar að faðma þig og mömmu! Já, við erum bara aðeins að bíða með. Við erum bara, tökum það í sumar. Ertu orðin frægasta lögga landsins, Víðir? Ertu það sem við köllum seleflögga? Nei, það er því nú ekki. Þú ert að vissi það! Ertu viss um það? Ég gef því að röttinni verið búin. Víðir, takk kella fyrir þetta. Sannur heiður að fá þig í hittakleðan og þeirra standa ykkur hrikalega vel. Takk fyrir það að við hefum tíðan. Takk, vinnur, takk. Já, við fengum skýrsluð þarna. Já, það var... Það er eitt og annað sem að kom fram þarna. Shit, hvað þetta var erfitt. Ég var búin að gleyma okkur að það var svona erfitt að taka hittakleðan. Ég er bara búin í röttinni. Það er basically það sem að koma út af þessu. Það að maður má lappa einn upp á Esjuna og það mesta sem að maður mátt faðma er tré. Já, það er frábært og 20 manna partí. Það sökkar. Jæja, hittakleðu dagsins. Hlaðvar FM 95 Blö. Í kvöldi gig. Þetta er Ingo Veguð og ég er ekki frá því að þetta sé bara eitt besta lag ársins hingað til. Þetta er geggjalag. Ég er að dýrka þetta. Okkar maður og ég veit að hann er að hlusta. Við sendum kveðjur. Ég hef aldrei fengið að mikið sendt á Instagram að fólk sé að helli í sig einum kvöldum og hlusta. Þannig að endilega haldið áfram að dæla því inn og takkja okkur strákana. Það dælist á mann. Já, báðar systur mínar í sikkuru lagi að fá sér einn ískaldan að hlusta. Það er alvöru fyllir. Það gleður mikið. Sjá að fólk taka okkur út allt. Já, þetta er bara geggja. Þetta er, ég held að þetta sé fyrsta sinn sem að bara FM 95 Blöð er svona að jamma með hlustandinn sínum. Það eru 2 farnir í okkur og allir í gýr. Ég er jökuleita. Er þið bara búin 2? Nei, ég er búin svona 4. Ok, segja það. Ég er að þóla þetta betur. Rikki var rétt að vera í ískaldan. Já, þetta er alvöru dagskrárstjóri þar á ferð. En herðu, það er komin tími á splunkur í hann dagskrálið sem heitir How do you do fellow kid. Ok, útskýran því ég veit ekki hvernig það virkar. Sko, málið er það. Ég vil bara vita hvor ykkar er meira á tánum
þegar kemur á unga fólkin í dag, ég meina, eru þið með frasana á hreinu? Vitið þið hvað, eru þið hipp og cool? Herru, það er spurningin. Bara minni mann, sorry Steindi, að því vorum að klára hitakleð með Víði, við lofum honum að minna fólk á 2 metra regluna því að það er vist orðið í búðum og öðru, það er allir hættir að virða þetta og það er ekki sniðugt. Og lostum við setna við veðruna. Virðið þetta og klárum þetta saman. Já, muna 2 metra regluna, hvað sem þið eru. Eins og ég segi, þá þetta er sára einfalt. How do you do fellow kids? Ég gerði trailer. Já, hann er hérna og ég sé hann í gangi. Ég er búin að senda þér hann. Akkur er hann svona langur? Er þetta eftir Gilsaran? Nei, veitu hvað er hann langur? Hann er 90 sekundur. Er það ekki bara trailer tíminn? Það er bara flott trailerleind. Þetta er bara trailer. Hendu sér gang. Trailerin fyrir nýja dagskáruliðin, hvað heitir hann Steindi? How do you do fellow kids? Það var bara svo ég ætlaði að geta þennan maður. Þetta var rosalegu trailer. Ég ætla að gefa Sigga Spæjó klippara þetta upp á stöð shoutout fyrir að hafa hendi þennan. Það var rosalegur. Þetta er How do you do fellow kids. Ok, þú er með eitthvað frasa eða eitthvað sem er í gangi í unga fólkinu og við erum að crack it. Frasar og svo getur þetta kannski framtíðinni verið líka bara ykkur situations. Hérna, Öddi, ég ætla að byrja Við erum í keppni og Egill. Já, þið eru í keppni. Ég með 2 það eru, svo veist, ef þú svarar rétt Já, það stendur hérna rétt og hérna stendur á Ítt aðeins var rétt fyrir mér Ok, það segja það Ef þú svarar rétt, þá kemur þetta How do you do, fellow kids? Vel gert, þá ertu að fellow kid Ok Ef þú svarar vitlaust, þá kemur þetta Új, hallærislegt Denied Vá, þetta var vont Jæja Shit, hvað það vont maður Ég er búin að vera að föndra þetta Já Og málið er það, strákar Ég setti á Instagram hjá mér í morgun Ég spurði alla krakka í dag Getið þið sendt mér frasa Og það dældist inn Ég valdi 14 bestu Og þú sagður auðvitað ég mætti bara með 5 Ja, 5 er gott, það vinnur einhver Það er búið að vera svolítið erfitt í það Þannig að ég vil ekki bara vinda okkur í þetta Ertu með eitthvað cool lag undir? Ég get ekki haft það því að Jú, ég get sett Sliver-lagi hans hérna aftur á Það er ekki hipp og cool lag sko Ég bjóstu að þú myndi vera að setja eitthvað þvílitt körrand í gang Það er fínt undir, af því ég verð að hafa bettana opna til þess að vera með rétt og ránt Ekkert mál Gerum þetta Herru, þá er það fyrsta spurning Og strákar, í guðuna bænum, takkið þessu alvarlega Já, ég þarf að vinna Hvað er að vera seri? Að vera seri? Að vera leiður Það er seta A-D-D-Y Seri Ok, ég myndi að halda þetta að vera tengt sad Að vera seri, ég myndi segja þetta að vera leiður Ég hef aldrei heyrt þetta samt bæði Þetta er saddur eða leiður sko Að vera satt, já Að vera seri, já Þið verður líka að hugsa bara núna Ég myndi að ykkur að væri bara einhverjar úlingsstelpur að lappa ykkur staðar og þú veist, seri einhver strákur í ísbúð eitthvað sem er seri Ok, upp á hérna Bettan þá þurfum við að svara í sikur lagi Ég skal bara byrja að svara Ég segi þetta sé að vera sattur Új Sér gott gamaldags og astanliðum Já, eins og þú hefur vitað þetta áður og fegst þetta sent Já, bara, þú ert að gera það fíblið Sko, ég veit alveg hvað seri er Búin að keyri þig 16 pítsu Dafvelta Pakksattur, pakksött Seri Það er svoleiðis Þú ætlar að hendi það Já Að vera seri, það er að vera sattur Pakksattur Sér gott gamalt líka Hvað er að vera seri? Að vera seri? Já Það þýðir Daddy, I wanna fuck Hvað minn góð Já, þetta er basically Þetta er ekki þú líka tala eins og þú sért einn aðeim Þetta er ekkert mikið yngre en við sko Voru ekki ykkur úlingatali eða barnatali Þetta er basically Daddy, I wanna hvað Þetta er akkurat eins og þið kannistu orðið MILF Þetta er á við kallinn Þetta er seri, hann er seri Ég hef aldrei heyrst þetta Akkur er seri Akkur skal seta að gera hana Því að það er bara certain age who uses sex appeal, experience and swag Þú þarft að vera Þetta MILF make a sense MILF I'd like to beep En seri með setu Hvað er imbecile bjóð þetta til Og bæðu ekki þú getur ekki eitthvað kall Þú veist ég gerði hvað Belfi var Hvað minnur þau? Vorum að tala um að setja Belfi í Instagram Ég vissi það ekki Það er Belfi Það veit allir hvað Belfi er Ég vissi það ekki Þú var stjórnandi dagskólið hérna og lesandi við mér og blöðum Ekki verið að skjóta sendibúður Ég er með nýja dagskólið Og þetta er allt staðfest hérna Heldur þú Egill að þeir sem er að hlusta núna á þáttinn viti hvað Belfi er? Allir Er það? Allir hvað Belfi er Næsta, þetta eru 5 spurningar Næsta spurning, hvað þýðir að vera helgi í góu? Hvað þýðir að vera helgi í góu? Já, ég skildi hvað það sagði sko En er fólk að segja þetta? Hei,
Hann er Helgi góð Hei, hún er Helgi góð Þetta er erfitt maður Hver fannst svarið þetta? Þú svarar bara fyrstu núna Ég segi Helgi góðu Ég held að sé geggjuð Helgi framöndan hjá mér Og ég er helviti góður Gott gísk Því líkur follower sem þú ert Þú veist að elda þess að krakka Ég er Helgi góð Að vera Helgi góð Hvernig ertu blöð? Ég er bara Helgi góður Ég er hérna Ég skal gefa vísbendingu Þið eru báðir að mínum mati Helgi góð Sköllóttir Ötti blöð Helgi góð Það er að vera sætur Að vera sætur Hann býtir nammi Þetta er ekki tenginguna Hvað gáðustu krakkar í heimi með þess að frasa það? Að vera sætur En er einhver að núti að nota þetta sniði? Já, ég er að fá þetta Þetta eru frasa Já, ég vona á þetta þegar sko Annars er þetta bara óþægilegt Já, þú veist, þetta er auðvitað verið að nota þetta Herru, þá, þetta hérna, þessi er helviti skemmtileg þið gætu náð þessu Því að þetta er ekki Ég fekk þetta nefnilega frá svona miðaldra gæja sko. Þannig að þetta er frasi sem er í gangi Já. Þetta er þriðja og hún hljóma svona Hvað þýðir setningin Ég vissi ekki að þú værir afkvæmi Ómars Ragnarssonar og Ödda Blöð Ég segi að það sé að vera með kraga Já, svona á hausnum sköllóttur með kraga Að vera sköllóttur? Sköllóttur með kraga Já Ertu þá að reyna að segja mér að Ég segi að það sé að vera afkvæmi Ödda Blöð og Ómar Ragnarsson Að einhver sé að verða sköllóttur Já Það er rétt Nei Jú, það er bara Blöð komið punkt en nú Er fara krakkar að segja þetta? Já, sko, já, og svo bætta meiri sæði við Þetta er í rauninu bara svona aukaspurning Að þá er þetta sko Elska mín, hann nonni er búin að blöða á sig Ertu til í að blöða hreinsan? Hvað er það? Þú mátt kannski fá það upp á að geta Hann bara skýta á sig Það er hár rétt hjá þér, hann bara að skýta á sig Hann farið stig fyrir þetta Hann fæði punkt Nei Herru, klára þess að heimsku kjæfni Steindi gaf punkt Já, þetta hann þurfti að fá séns á að jafna þetta Ok 1-1 Hvernig er staðan í þessu? Að blöða á sig að skýta á sig Herru, þetta hérna hrætti mig svolítið næsta Ég ætla að Ég efast að þið séu með hana Því að hún er alveg ruggluð Rugglaðin hinnar Ég er miklu rugglaðin Hvað þýðir frasinn að nossa? Nossa N-O-S-S-A Ekki að nostra við eitthvað Nei. Að nossa við Að eitthvað nossa Vá, ég er bara tómur sko Að nossa Já, Er ég að nossa við eitthvað? Ég sko Ég segi þetta sé svona eins og tostarskapur að gera þetta illa Tossaskapur, þetta er drullu gott gísk Ég myndi örgulega gíska það líka En það er Hallærislegt Að nossa Er að standa fyrir utan sjoppu og veipa Kemur Þið hefðu aldrei náð þessu Hvað er það? Að nossa þýðir hjá einhverjum vafasumum múlingum að sjúga tómar rjómasbrautur Að sjúga tómar rjómasbrautur Hvaða fólk er að senda á þetta? Hvernig dettur í hug að við myndum giska á þetta? Ég er bara svona og þetta tengist ekkert því að ég sé fertugur í sumar. Þetta er bara heimskasta sem hefur verið spurt í þessum þætti. Nei, þið eru báðir svona snáðar og eruð eitthvað með að ég sé að sjúga tómar rjóma. Já, ég held að bíberinn sé að því. Er þetta eitthvað þannig? Já, þetta er svolítið þannig. Já, ok. En svo er það síðasta. Hvað er staðan í þessu? 1-1. Það er 1-1. Ok, þetta er upp á allt hérna. Ok, þá verðið þið eiginlega að ná þessu. Annar ykkar. Hvað þýðir frasinn snullari? Og ég ætla að gefa ykkur vísbendingu. Þú ert út í búð. Ég segi að eiga ekki pening. Anskotin, ég er bara með snúlara. Klink. Já, þú verður að segja. Já, ég segi þetta sé að vera bara með klink. Bara með klink? Já. Kemur tæpur maður, tæpur. Ég er bara með hallarislegur þetta. Hvað segir þú? Ok, þú ert út í búð. Já. Og þú segir ekki, borga þetta. Það er ég bara með snúlara. Bara með snúlara? Hann getur ekki borgað, út af hann er bara með snúlara. Hann er bara með snúlara. Guð minn, almáttur. Já, klára þetta bara ég. Hann er bara með snúlara. Er hann bara með 1000 kall eða? Sæður 1000 kall? Já. Hæ? Þú veist þessi kappið. Er að vera með 1000 kall? Þessi vitleist að maður. Er það að grínast hvað þetta er savage stemning hérna? Herðu Egill, þú vannst 2-1. Þú baðst óskalag. Savage Egill. Hvernig líst þér á þetta?
Wow! Þetta er verið þig. Ég tók þetta þjóðóti síðast. Til Egil, þú veist hvað þessi krakkar er að hugsa. Þetta er Buttercup, endalausar nætur. Bötti, Steindi og Gils í FM 95 Blö. Alla föstudaga. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttur. Það er hárrétt hjá þessu snillingum. Við erum í boði Keiluhallarinnar og Túborg Léttur. Og talandi Keiluhöllina, það opnar hjá þeim á eftir klukkan 5. Og það er þetta að vera í Keilu frá 5 til 9. Það er búið að opna. Já, það er auðvitað klukkan að vera 5:30. Já, og já, þeir eru með bestu pítsunar á landinu. Ef þið sækið 2 pítsur að fáið 3 frítt, og ef þið sækið eina að fáið hina á 1000 kall, eða ætla að köpa 2. Shit, Joe er höfðingi. Já, herru, hversu góðar voru þessar pítsur áðan líka? Þetta er ekki eðlilega gott sko. Og ég heimta fólk sem að býr í gráinum og kring styrki shaken pizza. Og líka bara sem ég fíla er að þú veist þetta er sérstætt að við séum inn í dag. Við hefum aldrei áður verið með páskaþátt. Jú, einu sinni. Það hefur gerst. Og við vorum bara allir í bænum. Það er vesen, við vildum gleðja þjóðina með því að vera hérna. Og við ákveðum, herru, hvað getum við hist áður og fengið okkur bjór og gert eitthvað gaman. Og var allt lokað til 5. Allt lokað til 5. Stígur ekki C.Joe fram, opnar Keiluhöllina, leifur okkur að koma þangað okkar. Það er geggjað. C.Joe er höfðingi. Ég er ánægð með, djúvill er ég ánægð með. Og Íslendingar eru að sko lífga upp á daginn í þessu COVID-ógiði. Þegar dælist inn á okkur félagun á Instagram, fólk að vögva sig og djúvill er gaman að þessu. Já, ég líka. Endilega halda áfram að senda þar inni. Og svo ætlum við líka að minna á söfnunna. Ég held við séum komnir í 83%. Við verðum að klára þetta. Við erum að safna fyrir fjölskyldu. Það fer ekki klippingu í 5 vikur. Við erum komnir í 87%. Já. Þú ert komið þykkan krag. Þetta er að verða ógeðslegt. Og ég var að ég segi nú ekki rífast, en ég var svona aðeins að þrasaða konuna og hún orðaði þetta mjög pent. Bara það er ekki að taka markað þegar þú lítur svona út. Þannig ég á ekki breyk heima hjá mér með þetta. Ég þarf eiginlega að vera með derhúi bara alltaf. Að ég gleymi stundum fyrir heima hvernig hausinn á mér er. En var það ekki against the rules að vera með derhúi? Nei, það var bara Sóli Hólmsins spurði hvort ég mætti það. En ég er sammála að I feel your pain. Ég er ekki búin að komast í klippingu síðan þessi ógeðslega veira kom. Já, ég bara sé það ekki. Út af einhver gæi í Kína borðaði leðurblöku og kemst ekki í klippingu. Er það sem er að tröflaði mest? Þá komast ekki í klippingu. Þetta er svona lubba. Sérðu hausinn á mér? Sérðu hvað er mikið lubba nú? Já, sko, við erum alltaf erum báðir með COVID-hár. En Öddi er, þú veist, við höfum að gefa hann það. Hann er að fara vest út úr þessu þetta, sko. Já, en samt, þú veist, ég var átt á það einu, Steinþór. Ég elska ekkert meir í lífinu. Að mæta í fjörðin, heilsa upp á Robba, segja gamli hvernig ertu, tekið spaðan á honum. Segir alltaf bara gamli hvernig ertu. Tölum mennska boltan og kynlíf og hann klippir mig. Þetta er hápunktur hjá gilsarunum í hverju mánu. Talaðu við Robba kynlíf? Bjöldu saman félagarnir. Herðu, þetta er búið í mínu lífi í dag. Já. Út af því að eitthvað kínamaður ákvaða, hörðu, er ekki góð hugmynd að bara leðublöku í dag? Ætlum við ekki að minna á, þú veist að ætlum að minna á söfnunna. Þannig að þú eru allir að fara. Við vorum að því, já. En fólk þarf að fara inn og leggja. Hvert fer fólk? Sko, ef fólk fer hún á Karolína Fund, íti bara verkefni og skrólar aðeins niður, þá kemur mynda okkur félagunum og okkur vantar 1000 €. Fólk setur kannski 500 kall á mann. 1500 kall, 1000 á mann, har þetta komið. Hvaða landsliðsmenn voru eftir? Við erum konum með. Var Jói Berg mættur þarna? Ég veit að hann er að hlusta, sko. Við erum með 125 manns sem hafa stutt okkur. Sko, 125 manns finnst mér samt of lítið með það hvað er margir að hlusta. Það er að því að þeir eru alltaf að byggja fótboltamenn með einhverja stórar upphæðir. Við erum að byggja venjulegt fólk út í bæ. Það setja 7 evrur. Bara 7 evrur. Já, 1000 kall. Við byggjum peningi miðri krepp. Ég veit að þetta er erfitt. Ég er sammála því. Það er ekki eins og við sem að setja hana peningin á nærjurnar. Þetta fyrir allt til fjölskyldu hjálpar. Þetta er gott málefni og sérstaklega akkurat núna er þetta ekstra gott málefni. Við getum vel að sagt sko að við allir, það fer enginn af okkur í klippingu því að við komum sko sem er ekki í klippingu. Nei, við erum allir í þessu. Þannig að endilega hjálpu okkur að klára þetta. Farið inn á Karolína Fund, FM 95 Blö og fjölskyldi hjálp. Leið og COVID-ógiði búið, það fer ég strípur. Já, ekki ég. Það komið að sturgluðum staðrendum og svo næst er það graðimaðurinn og ég get lofað eitthvað því þið eftir að hafa gaman á honum. Eitt svo besti lengi. Ég elska graðamann. Já, þú ert eftir að hlæja eftir. Ég hef ekki heyrt þetta. Eru tilbúinir í sturglaða staðrendir? Við erum klárir. Ein er kjaftaði. Þannig að reynið að spotta og líka þið sem heimasittið reynið að spotta hvaða við séð bull. Og við byrjum. Bill Gates á fleiri dollara heldur en við eigum sekundur eftir af líf okkar, sama hversu gamall þú ert. Já, það er nóg til í honum. Það er helvíti harpaður. Það er helvíti mikið til. Já. Hvað, þú veist, hann gæti ekki eitt peningum sínum ef hann myndi reyna það. Jú, það var reyndar, sko, ég gleymi ekki. Þegar ég bjóði í Bandaríkjunum í Tulsa, þá var Michael Jackson the shit. Og það var alltaf að tala um það Michael Jackson. Þú er alltaf andlit Jackson á Íslandi. Já, það var ekki byrjað þá, 37 ára.
en kannski átti ég séns síðan þá, það er Hann annar á mál. 107B. Já, það er rosalegt. En þá var alltaf verið að tala að Michael Jackson gæti geitt peningum sinum þó hann myndi reyna það. Hann var orðin broke, þannig að þetta er hægt. Tyson gæti eitt peningur Já, sínum sko. þannig að það geti allir farið á Nicolas hausinn. Cage gæti eitt peningur sínum. Nicolas Cage líka var að eyða í rosalega skrýtna hluti. Og Johnny Depp gæti eitt peningur sínum. Já. Það er saman mikið peningur á, þú getur alltaf drullað á þig. En Bill Gates upphæð, helvíti þarst að vera að ruggla Sko 107B, Björki Tóra á 2B. Wow. Og sko, og Beckham á ekki eins og 1B. Við setjum þetta aðeins í Samingi. Já, þetta er ágætis peningur. Svo er það næsta. Mozart samti lag með titilinn Leg mir den Arsch fein recht, Sean Sauber, eða sleiktu á mér raskati rétt vel og hreinlega. Ha? Myndi Mozart verið að gera góða hluti svona í Me Too og PC? Veitu, var Mozart helt græður það? Ég veit það ekki, það er allavega eitt lagi hans hétt þetta. Ég vissi ekki að hann var horny. Á þeim mættin dag, þá vissi ég ekki að Mozart verið horny. Núna veit ég lappaði út núna. Hendi Mozart í lag sem heitir Sleikt á mér raskati og rétt vel og hreinlega. Já. Og þetta er eitt mesti snillingur allra tíma sko. Ég held ef að bara fólk myndi fylgjast með þessum mönnum í dag, þá myndi svona aðeins með annars hljóð í sumum held ég. Herðu, næsta. Hávaxið fólk er hamingjusamara heldur en smávaxið fólk. Og hvernig getur það verið? Er það segið þetta, maður setja gæðan í Bauhaus? Þetta grínast. Ég var einmitt bara, ég myndi allt í henn eftir því þegar litli kallinn í Bauhaus fekk ekki afgjörslu. Það var brjálar, var hann að kaupa eina skóplu. En nú er enginn af okkur hávaxinn. One last time söguna þetta í Bauhaus. Hann er búin að segja það ég veit, en þetta er svona segja sem ég fæ ekki leið á. Ég skal segja stuttútgáðuna. Ég var í Bauhaus og það var röð. Það voru svona kannski 6 til 8 manns í röð. Hann var næstur. Var hann minna en Sveppi? Já, hann var alveg mjög lítill sko. Hann var alveg bara, þú veist, hann var lágvaxinn skilur við, 1,50. Hann var líka svolítið bústinn og með minna hann verið sköllóttur. Hann fættist ekki með bestu spili. Það er bara hann. Og vann greinilega heldur ekkert vel úr þeim, af því að hann var að þinni og hann hélt á einhverju drasli með minni skóplu, kannski snjóþóttuð einhverjum fjárhundum og hann var að þinni og hann var næstur. Ég sá að hann var næstur af því að ég var á eftir honum. Þannig að þú veist, ég var á eftir honum og við horfðum bara á og það var hávaxinn gaur, frekar sexy gaur sko, stór og hérna svona dökkskeggrót og flottu kall sko. Og afgjörslumaðurinn kom bara beint, lappaði henni í hópinn, þú getið aðstofað þig og hann og bent á stóragurinn og litlingurinn, hann bilaði sko, hann var bara í alvörunni, hei, hann var, ég var næstur, ég bara bíða þetta og hann var ógeðslega pirraður og hann var líka mjóróma og starfsmaðurinn, þú veist, það voru allir þarna, ég hugsaði bara, hvað er að gerast þetta, þú veist, heyrir enginn annar í honum en ég eini sem heyri honum, það tók bara enginn mark á hann, það var enginn að pæli honum, það voru allir bara svo, horfið bara á hann og svo bara, þú veist, og hann var bara látið bíða, það virst hann enginn og ég er ekkert að ljúga þessu, ég bara, svona var þetta og ég er bara að segja þessu sögur svona sexu og ég er bara að segja hvernig það reynd út, þannig að ég trúi sáleg sem þetta að segja núna, þetta er ekki hrósaskítur. Þá er það næsta, bara karlmenn með gott sjálfstraust ganga í vestum. Það eru talandi það, Rikki G er alltaf í vestum núna. Rikki G er það vantar nú ekki sjálfstraust eftir að hlutabriðinu í honum hækkuðum Borjúku Rikki, en aðeins að koma hérna mækin bara til að hjálpa strákunum aðeins. Hvítan kókainbuxur, BMW og vesti, þetta er rosalegt. Rikki, það vantar ekki sjálfstraust í þig þessa dagana. Nei, en ég er ekki hvítinbuxum allavega. Nei, en vestið, gætur þú gengið í því þú verið með minna sjálfstraust? Jú, ég fekk þetta í gjöf frá konu minni og ég vissi að þessi flík fengi ekki að vera í friði þegar ég fekk þetta í gjöf af því að Blöð hefur ekki hægt að leggja mig einhaldi eftir ég fekk þetta vesti. Mér finnst vesti flott, hvað meinar þú? Ég er bara auðvitað fyrir þið. Ég meina, konan sagði bara, ég vildi óska að ég ekki gefið þetta í afmælisgjöf. Mér finnst vesti flott og það þarf sjálfstraust til þess að gangi í vesti. Það er bara styrtu staðrindur. Rikki, viltu að við ringjum eitthvað fyrir þig eða? Nei, ég bara vildi fá, ég sagði bara því leið og ég opnaði pakkan og ég sá vestið, ég sagði þessi flík fær ekki að vera í friði. En betur, akkur var hún að gefa þér gjöf? Að því ég átti afmælið 13. mars. Til hamingi byrja dækin. Til lukku gamli. Já, glemduðu því það? Já, byrju. Þú hætti dægin, Richard. Hélst ekkert upp á það? Nei, hvernig átti ég að gera það? 13. mars var útgöngubann. Ok. Ég mun kaupa eitthvað flottan þær, ég lofa. Já, kæra þakkir. En þú er mjög flottur þú verið í vesti. Já, geggjör þessu vesti. Þú og JT og fleiri svona gæði sem verið í vesti. Það er ekkert allir sem bera þetta. Styrtu staðrind. Ég held með vesti. Já, þú vart að vera með gott sjálfsröst. Að sjálfsögðu. Svo er það næsta algengustu orðin í countrylögum. Ok, ég ætla að spyrja ykkur, hvað myndið halda að verið 3 algengustu orðin í countrylögum?
Í country lögum Já, nefnið eitt Ég ætla að sjá hvort þið náið einu Það er náttúrulega vantalega eitthvað hérna, Hvað segirðu? Truck Horse Nei, truck er ekki, horse er ekki Hæ? Rikki segir home, það er ekki South Nei Ok, ég skal bara segja West Virginia Woman, nei, 3 algengastu orðin í country lögum eru alcohol, mama og tears Og þetta er í 78% af öllum lögum Það er rosalega tala Málið er það Eitt af þessum orðum Ekki um þess truck Jó, en ekki í 78% Málið er það, ég hugsa að ég rýbrandi mig á næstunni Ég hugsa að ég fari að færa mig meira yfir í countryið Já, Flottur country Já þetta er mest selta tónlistin í Bandaríkjunum Bara þrönga gallabuxur og kúri ég sé það fyrir mig sko, þrönga gallabuxur af því að sko, ég veit að Nýþröngar, sko. Já, nýþröngar, ég er málið að ég er Berðu þrönga gallabuxur Já, það er nefnilega málið, af því að ég er sko Ég heldur svona okkur sexy í því Já, ég er með smá maga sko, við kynum það alveg Ég er axlabreiður og með svona smá jóla svona weight á mér en þá En þröngar gallabuxur Það fara mig vel Segðu mér alveg sagt þig Kona mín sagt mér Við höfum rætt Steindir vill meina sé 8 á góðum degi Nei, 8,6 8,2 Vertu alveg hreinskinn núna 8,2 Það reynda fyrir ekkert meir í töðunum í þessum þættin þegar þú talar um að ætla að vera brutally honest af því að það veitum við að fá þessum að raut Hvað myndur þú gefa Steinda í dag? Ég fekk mér raut daginn Í dag? Hættu Nei, ég er bara núna Ég er að spyrja Ég er COVID Bara, ok, ég lappin á bar Já, þú ert stelpan Ég hef aldrei hitt Steinda á æðminni Hann setur nákvæmlega svona núna bar Já, hvað myndur þú gefa hann? Með McConaughey yfir liðin á hann Já, hvað gefa hann? Akkur þarf Matthew McConaughey að vera á liðin á því gráðu mjölkvæðu Matthew McConaughey 10 Ég set twist á þig Ef ég að vera completely honest Helvítar að látt maður Ég vissi að vera að fara að gefa mig látt Ég held að þetta segja 4 4 eða 5 Anskoð Þetta var ljótt Nei, ég er bara lappin á bar, ég þekki ekki neitt Tvistur Það er bara, þá er ég eitt ljótasti maður á jörðinu En ég ætla bara að segja þitt Ég er ekki tvistur Hvað gefur þið með því maður kanni í jakkafötunum við Ég var ímyndið með að þeir sætur lifir hlið og með því maður kanni á jakkafötunum sínum og kaffibrót Ok, ég skal segja ykkur, akkurat núna Ég spurði ekki þig, ég spurði þig Ég ætla að segja hvað mitt mat á sjálfum mér er núna Með COVID-greiðslu, órakaður og ég er meira svo ósturtaður Ég ætla að segja að ég sé svona ég er örgulega ekkert mikið meira en kannski 5 En ég hendi mér upp í 8,2 á geggjum degi og býði ef ég fer í þrönga gallabuxur köflóta skyrtu, brúna þrönga leðuranska og kúrega Þá ert það svo trúður Goddammit, ég gæti dott í 8,6 Þú verður aldrei yfir 8 Ég er að fara að rýbranda Prófa þetta lú Eftir COVID ætla ég að rýbranda mig Ég ætla að vera fara út í countryð Hey Twistur, pipe down Það eru 3 eftir Twistur var samt helviti hart Ég myndi gefa 4 4? Það er helviti meira en eitt Ok, ég veit ekki hvað að gerast Ef við hoppum úr 87% til 97% söfnunni bara á því að peppa dans og það er alveg 20 manns búin að gefa okkur peninga á okkur Vel gert En á að segja kraftur Íslandingar er að græja þetta Við erum 3% eftir Já, við veitum út á hverja En við ætlum að fara yfir miljón, sko Þannig að allir að halda áfram að Já, að gafa svona lágmarkinu Það þarf líka að hugsa þetta þannig Ef þú átt auka 500 kall svo tímar að missa Ég er að tala um 500 kall Ef þú átt hann aukalega þá er fullt af fjölskyldum sem eiga hann ekki, sko Þannig að þú veist, 500 kall, við erum ekki að byggja meira, sko Já, ég hlusta á tvistin, það veit alveg hvað hann að segja, sko Við erum að byggja 500 kall Ef þú kallar með tvistin aftur þá beilast þið Hlusta á tvistin, það er allir 500 kall Það er næsta Og ég veit heldur ekki að þú kallaði fjarkinn Það er ekkert skárað, sko Það eru 3 eftir Ef að Jurassic Park væri til í alvöru og það er að segja garðurinn þá myndi kosta 11 miljardar bandaríkjadollara á ári að sjá hann og þetta er sinnum 140 þannig að það myndi kosta 140 sinnum 11 miljardar að halda sér út Ég er náttúrulega ekki öðrulega mikið þess að risaður, sko Hvernig ætti ykkur að geta reiknað það? Hvað heitir Tiger King í mat á mánuði aftur? Það var eitthvað rosalegt $50 kúlur Það var samt alveg $10, var ekki meira, ok? Já, það var samt 3 sinni minna en það átt að vera að gera, sko Ok, en þetta er samt 40 tígustýr Nei, hvað varum við? Nei, 240 eða eitthvað Ein risaðalega getur borðað þessu 100 tígustýr Það meika sens Já, svo er það þessi hérna, þetta er nú gott fyrir Rikka að heyra en reyndar er það Rikki í þeirra sambandi sem er í þessu konur eru líklegri til að fá það ef það eru í sokkum Þannig að nú veit ég að það eru margir að hlusta og það er kannski einhverju vorni páskana, þá vitið þið þetta stelpur Já, fólk er vorni, sko Já, býtu, eru það líklega að fá það í sokkum? Já, stjórnlega staðarind Hvernig getur það staðarind? Í sokkum, sko Einu sem ég þekki sem er stundið samlið í sokkum er Richard, sko Já, það er líka þegar hann er alltaf í sokkum með þess að bara þegar hann sefur og eitthvað Rikki, gott að hann sé hérna á mækin Þú ert alltaf í sokkum, þú sefur í sokkum eða ekki? Jú Sagðan bara beinskittur Og það er líka á bakisokkum, eða ekki?
Jú. En í hvítum sokkum? Jú. Hvítum þröngum sokkum? Nei, bara málið það sem ég finnst óþægilegast við þegar maður er í rúminu og maður er svona með berar tær. Já. Þú nærið meiri spynnu í sokkunum í rúminu. En þú ert alltaf í sokkum hvort þið er. Já, ég veit. Skammast þín fyrir tærnar að þér. Hvað er þið að gera og þú vilt ég sýn ykkur tærnar á mér Ég hef aldrei Já. sýnt á mig tærnar og það er ástæða fyrir ég hef ekki gert það Ef ég myndi sýn ykkur tærnar á mér og þið takki mynda þeim þá myndir fólk skilja af hverju ég er í sokkum. Veitu hvað, ertu með sundfit eða? Nei, miklu verra. Svo hérna Miklu Kevin verra. Costner í Wonderworld. Ég er með vestu tær. Hefur konaðin séð tærnar að Já, þér? því miður. Já, en málið Hún er ennþá með þér. Þess vegna er að segja, ef konaðin hefur séð það tærnar, akkur getur það ekki sofið hjá henni eða sofið í rúminu með tærnar úti. Hún hefur séð það. Ef ég fyrir úr sokkunum núna Steindi, þú myndir fá áfall. Nei, erðu, ok, gefum okkur þá að þú sett með viðbjóðslega tær. Já. Það er ógeðslegustu í heiminum. Það skiptir einhver maður, þetta eru tær. Já, ég sammálaði með, sko, ég er ógeðslega tær sjálfur, ég sef samt ekki í sokkum. Mér finnst allar tær vera eiginlega bara ógeðslega, sko. Ok, á ég að sýna það mínar það? Já, úr sokkunum, right now. Ég er bara að láka að sjá þess að tær sko. Já, hvað er þetta eitthvað svona? Hvað er það sem tám? Hvað? Það er ekkert Nei, hvað er eitthvað að því? Serðu stóru tærnar? Þetta var venjulega tær eða? Serðu stóru tærnar, ertu með tvær? Serðu stóru tána? Hvað er það? Þetta er fucking tá! Hvað er það? Serðu stóru tána? Já, við erum að horfa á hana. Þetta er enda, ég sé meira sexy tær sko. Já, en Þetta er samt ekki eitthvað þetta er svo langt frá að vera eitthvað tá svo getur ekki verið. Ok, hef ég séð meira sexy tær, já en þetta er samt bara tær, Richard. Vistu hvað, ég heldur ekki. Ég held þú væri að vantaði á þig tvær tær. Sem að væri bara allt í lagi líka. Já, auðvitað, en ég held að þú veist, ég veist ekki eins og hvað ég held. Herru, klárum þetta hérna. Meðalmaður á að fá það 12 sinnum í mánuði. Þetta var síðasta, nú spyr ég ykkur drengir. 12 sinnum í mánuði? Er það með hristingu? Ok, það er fá það bara. Nú er ég ekki hérna bestur í starffræði eftir 100 bjóra. 3 í viku. 3 í viku, já. Með hristingum, veist það? Með hristingum, já. Meðalmaður á að gera það? Já. 3 í viku? Já. Já. Og nú spyr ég hvað af þessu var kjaftaði. Getur ekki okkur recap? Já, Bill Gates á fleiri dólar en við hefum sekundur eftir að lífa okkar. Mozart samt í lægið þarna með rassin á sér. Hávaxi fólk er hamingjusamar en smávaxi fólk. Bara kallmenn gott sjálfströst gangi vestum. Algengust orðin í countrylögum eru alcohol, mama og tears. Ef að Jurassic Park væri til í alvöru myndi kosta $11 miljardar á ári. Konur eru líklega til að fá það eru í sokkum og meðal maður á að fá það 12 sinnum í mánuði. Ég ætla að leifa þér Steinþór. Já, má ég byrja? Veistu hvað, ég ætla að setja kalla hérna konur að sofa hjá í sokkum auki líkur að fullnæðingu, ég ætla að kalla það hrossaskít. Ok. Fyrst að hann valdi það, þá ætla að segja kallmenn á vesti. Það er rétt hjá Gilsarunum. Það er ekkert með kallmenn á vesti og sjálfstyrust. Þannig að hann náði þessu. Við erum liðill, við náðum þessu. Já, þetta voru sturglaðar staðreyndir. Hér eftir smástund graðimaðurinn með Pétur Jóhanni og ég lof ykkur að það er veistla en drengir, eru þið til í þetta? Serpin klukkan kortir í 6. Hlaðvarp FM 95 Blö. Það er þér að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og ég kom inn í klefan og það er enn eitt snillingurinn mættur Pétur Jóhann Sigfússon, ertu velkominn. Góðan blessaðan daginn. Það er langt síðan við tekið eitthvað upp saman fyrir FM 95 Blö. Mjög langt, allt og langt. Já, en það er Jón svo peppaður og það dældust inn fyrirspurnir á Instagraminu á mér. Aha. Það voru margir sem vildi fá Gunnþór, margir sem vildi fá Tong, það voru líka mjög margir sem vildi fá Graðamann. Nei. Og það fekk mig til að hugsa, er ekki komin tími á Graðamann? Það er eina útásefni sem ég get ekki hlusta á sjálfur. Já, finnst það óþægilegt? Já, mér finnst það svo óþægilegt. Það er náttúrulega fyrir að fyrsta mjög óþægilegt að ringja þessi síndur. En að hlusta á þetta, ég bara geta það. Ég bara verða að skipta um stöð. En samt lifir þið svo viljað þegar þú ert að taka? Já, þetta er bara eitthvað svo, ég bara skil ekki hvað það er sko. Er eitthvað af sjálfur í Graðamannum? Já, reyndar. Er það? Rosa mikið. Ertu að því að nú erum við búin að þekkjast í 20 ár? Ég er aður. Nei, er það? Ég ætla að spyrja þig. Segðu mig satt. Ertu jafn graður núna og fyrir 20 ára þegar kynntist þér? Já, ég veit það ekki. Þú er eiginlega að spyrja. Ég er ekkert graður. Hvað fíblagangur er? Ég er ekkert graður. Ég er 48 ára gamall eftir nokkra dagar sko. Já, þess að spyrja hvort það væri ennþá kraftur í gallinu. Já, ég meina, þú veist. Ef ég bankaði upp á, þá er ég alltaf klár. Já, þetta, við ætlum að henda í Graðamann. Þú ert til í það ekki? Jú, ég er klár í þetta og, en ég vil bara biðast afsökunar fyrirfram. Já, við gerum það báðir hér og vorum við ekki að tala um að fara í gamla góða bóndan? Er ekki bóndin alltaf að gera Graðamann svolítið graðan? Jú. Ok, hér hann er að selja hey. Já, hann er að selja hey
Og þú hlýtur að geta unni með það. Ert þú tilbúin, Pétur? Ég er tilbúin. Það var ekki eftir neina að biða. Förum í graðamanninn hérna. Já. Já, blessaður. Herra, fyrirgefðu hvað ég ringi seint. Veitu... Ég ætla að kanna þetta með þarna útigangsheiði, veitu ekki að selja það? Já. Ég ætla að ringja fyrr, sko, ég á að segja það. Já. Fyrirgefðu. Ég er bara... Fyrirgefðu. Kom alveg flatt upp á mig. Já. Þannig að það er allt í lagi, getur alveg talað núna. Já. Hvernig er þetta heið, segir hvað? Er þetta... Hvernig selur þetta? Það er bara sem sagt miðað við þetta er heið síðan í fyrra og heiti fyrra en er bara ágætis verkun. Já, góð verkun á þessu. Já, miðað við 5.000 kall á rúlluna. 5.000 kall á rúlluna, já, ég skil. Og er þetta mjög blauta? Nei, ég er nú að miðað við að það selja ekki það sem er blautast, sko. Ekki blautast? Nei, það er leiðilegt að vera með það í... Já, hvernig? Hvar er þú? Ég er bara hérna fyrir austan, sko. Austur á landi? Já, bara fyrir, hérna fyrir austan fjall, sko. En þú, veitu, hver er þú? Ég er hérna í Biskupstungunu við Hrossaga. Já. Ertu bara einn þar, eða? Ertu bara einn, eða? Nei. Nei, hvað segir þú? Nei, ég geti kíkt á þig, veitu. Já, þú býr hvað segir þú? Þið veist ekki óþægilegt að vera að hafa mig, bara. Hvað til því núna, maður? Hvað segir þau? Finnst þér óþægilegt að ég myndi eitthvað að kíkja á þig? Nei. Nei, ég segi svo. Ég er óþægilegt, ég á það til að vera óþægur, eða svona. Eða þú veist, ég ringja sent og þér finnst það kannski óþægilegt. Finnst þér eitthvað óþægilegt? Nei. Þú mátt alveg segja við mig ef þið finnst eitthvað óþægilegur. Nei. Segð það bara við mig. En það er bara hádegi hérna. Já. Nei, það er oft sagt við mig bara, þú er svolítið óþægilegur, sko. Já, ég er alltaf aldrei... Ég er alveg vanur, sko. Segð það bara. Ég hef aldrei heyrt í þig áður. Nei. En þú mátt alveg segja, verður til að segja við mig kannski bara, að ég vil eitthvað óþægilegur mig. Nei, það ger ég ekki. Óþægur. Já, en hérna... Verður til að segja. Þú getur kíkt hérna við og hérna... Má ég kíkja á þig? Það kemur bara í ljós hvort ég er heima. Já, en ef þú ert ekki heima, hvað? Ringdu þá bara, ég er nú kannski eitthvað starf á svæðinu. Mætti ég bíða bara eftir þér? Já, þess vegna. Já, bara, hvar á ég að bíða? Já, hvað erstu núna? Ég er bara heima, sko. Ég get verið komin bara, mjög fljótt. Já, það er... Það er stutt ég að komi, sko. Það er stutt að ég komi. Já, hefðu þú bara... Hvað segirðu? Hvað heitir þú? Heiti Gunnar. Gunnar? Já. Mætti ég koma núna? Ok. Já. Takk fyrir þetta okkur. Er það fann? Er það? Sko, hvað það var? Það er rugglir þetta. Það er svona tímur sem það að vera myndaðalindir í klefanum. Ef að fólk, þú varst að ímynda og væri... Ég var að ímynda mér, ég var að kipa í spottan. Það eru páskar, maður. Rakkar eigin páskar. Ég hef búin að sakna hans, þetta var graðið maður. Þú ætlaðir að vinna þarna eitthvað með hegið en þú varst bara að byrja að vinna með Gunnargrið. Já, og hvað ég er... Hann var bara æsaði. Það er alltaf þægilegast það er alltaf þægilegast að snúa sig upp á mig. Þetta ég sé óþekkur, nennur bara að segja einu sinni. Og það er til að klára fyrir mig. Ég elska þetta. Þetta var graðið maðurinn hér í páskaþætti FM 95 Blö. Til að gleðilega páska. Hlaðvar FM 95 Blö. Ekki vera feiminn. Þetta eru Bríett og Aron Kahn. Já, 2 efnilegustu tónlistamenn Íslands. Já, bara geggjuð. Já, en þið eru að hlusta hér á páskaþátt FM 95 Blö á föstudaginn langa og klukkan er alveg að verða 6. Oftast væri við að kveðja núna. En í fyrsta sinn í sögu FM 95 Blö eigum við erum rétt að byrja. Klukkutíma eftir. Já. Herru, ég ætla svo að halda áframdrengir í kvöld. Það er bara þannig. Ég hef ákveðið að gleðja alla nörda landsins. Ég get nú ekki sagt bara nörda. Nú hafa nú allir gaman að þessu, því maður er nú bara að drekka rauðvín og hafa gaman. Ertu að segja að það hafi allir gaman að horfa á því spila tölvuleik? Það er helviti. Ég er að fara að henda í Warzone stream klukkan 10 í kvöld og það er hægt að horfa það á Twitch rásinu minni, Steindi Junior eða á Vísi. Þetta verður líka streymað beint frá Vísi. Ertu í beinni þar? Já, það er hægt að finna þetta á forsíðunni þar, held ég. Ertu komið núna að þú fyrir að leika þér í tölvunni? Ertu komið það í beina útsendingu á Vísi?
Já, málega það, þú mátt ekki vanna Rosalega skrítið. Það eru margir gamers á Íslandi. Ég veit það mikið að gamers. Akkur stríma þú ekki eitthvað út að lifta? Svona fyrir alla sem hafa áhuga á kraftliftingu. Ég bara spáði ekki það. Besta hugmynd svo við fyrir. En málega það, svo er þetta líka þannig að það sem ég geri, þetta er ekki bara fyrir einhverja gamers, ég er að drekka rauðvinsflösku. Það vilja allir horfa að drekka rauðvín. Nei, og Ertu að fullur og reyður hana? Nei, en svo er, já, ég verð fullur, ekki reyður. En svo er tjattið opið. Þannig að það eru mörg þúsund. Nú getur spjalla á þessu. Nei, það er bara mörg þúsund mann sem getur verið að spjalla saman. Ekki bara við mig, heldur við hvort annað. Ok. Þetta er bara partí. En ef hún gæti ykkur headshot að þið verður ekki pyrraðið það? Já, þá lætur tjattið mig heyra það. Ég get lofa þér því. En þetta er basically bara partí. Þetta er bara COVID-partí. Hefur þú orðið reyður í kasínó, Steindi? Í kasínói? Já. Þeir eru að spila töluleiki? Nei. Að spila á, bara út að gamla? Bara svo Atlantic City? Hefur orðið fullur og reyður í kasínói? Ég er örglárið fullur og pyrrað. Það tók bara ekki kasínó blöð samt. Nei, hann er samt dáinn. Hvað er langt sinni þið sáðu kasínó blöð? Ég elska að vera á blattsaksborði, þó ég spila ekki mikið blattsak sjálfur, og blöð lesi við dílernum. Það er ekkert sem að... En það er orðið heldur langt til að gera Það er ekkert að toppa það. Nei, ég held líka að þú sért ekki jafn grimmur og þú varst. Nei. Þú veist, núna ertu bara svolítið, þú veist, þú setur alveg stundum eitthvað undir í hitta leiksins og ert svona, við erum að hafa gaman. Í gamla daga þá varstu basically að spila með upphæðir sem voru bara óttastundu skeri. Samt ekki, ég hef aldrei eitt eitthvað sem myndi ekki Hjekk á honum þegar það var enda að koma til hraðbókinu sko. Nei, það var Sverrir. Var ekki Húki með líka? Nei, Húki réð sjálfur á hraðbókinu sem í Amsterdam. Kom bara þarna þegar hann gæti ekki tekið mér út. Það gæði kallað með Shooter þegar það var í Krabs. Það var þetta geggjað. We got a shooter. En talandi The Shooter, það er komið að spurningakeppni Gilsarans. Þetta er King of Easter. Og þetta er málega þetta er ekki dónalega keppni í dag. Það er gott að heyra og bara fallegt. Ég er bara forvitin, hver er meiri páskakall? Ætti ég ekki vera líklegri þarna sem ég trúi? Já, sko ef ég ætla að stuðla þetta þá væri líklega 1.30 á þig 2.95 Steinþór. Ég ætla að segja bara á lóku sangir. En samt sem áður, kannski kemur Steindó. Já, ég meina við sjáum bara til. Byrjum þetta bara. Við spyrjum að leikslókum. Ertu skráður í þjóðkirkjuna? Já. Póntur og blöð? Nei. Mann er strax komið fórustu. Þú sendir e-mail eitthvað reyður og lett skráði út og hatar Jay-Z það mikið. Lestu skráði bara úr? Ég hata það. Það að senda e-mail, þú ert ekki skráði út og sendir e-mail sko. Já, þú veist, þá borgar í háskólan frekar, í menntun. Mér varst það sniðura. Ég ætla bara að vera hreinskilið með það. 1-0 fyrir blöð. Þetta er ekki að byrja nú vel fyrir Steindór. Það eru nóga kirkjum sko. Já, bara ég er stoltur hann inni. Hefur þú notað hashtagið Jesus King? Já. Punktur og blöð. Helvita var rúlega maður núna. Hefur þú notað eitthvað vann? Nei, ég held ekki. Nei. En mér finnst hann sko algjör king. Nei, þá varum við í þjóðkirkjunni, Steinþór. Já, mér finnst hann flottur. Geggjaður sko. Ætlar að vera rómantískur. Hlærðu bara, mér finnst það. Ætlar að vera rómantískur þessa páskana og gerða niður þig og segja ásti mín, síðasta kvöldmáltíðin er klár. Og ég basta maður Þetta má ekki. Þetta er svona stingur í magan. Þetta er páskakonsept? Já, ógæstlegasta páskakonsept sem ég heilt by the way. Já, sko, ég get lofa þér því. Síðasta kvöldmál var hún ekki gera. Ef ég myndi fara heim til minn og gera þetta, ég var ég þá bara einstæði faðir í þetta. Mér er sparkað út á 0-1 og það er bara búið að skipta skrá fyrir minnætti sko. Ég veit ekki eins og hvort ég væri einstæði faðir, hvort ég fengi að hitta þetta. Þetta er bara ógíslegt og málega það, kona mín sko síðasta kvöld. Ég fýblast mikið heima, ég djóka mikið. En þetta yrði ekki sko, og hún myndi ég held mér yrði bara sparkað út. Af því þetta er líka bara, þetta yrði ógæslegt djók. En þú þarf punkt Steindór sko, bara svo að minna það 2-0 fyrir blöð. Já, verstu það bara með eðlilega spurninga. Já, byrja þú að trúa. Ok, ef þú myndir dýfa hausnum á þér í súkkulaði, væri hausin á þér eins og páskaegg? Þetta er sköllóttur. Já, ég fatt þetta ekki. Ég kveikt ekki á þessu. Ég sverða þetta, ég kveikt ekki á þessu. Nei. En hérna margt sem þú ert eftir að kveikja. Já, og færi bara með bara svona baðkara súkkulaði og dýfir hausnum alveg bara upp fram að svona öxlum og stendur upp. Það er bara eins og páskaegg. Þú værir eins og páskaegg nú með 7-8 sko. En það sagði ég já, alltaf þú að svara það? Nei, ég hugsa ekki. Nei, með svo mikið hár.
Hvað er 3-0? Er ég að vera king of Easter og þetta ekki byrja? Steindi að drölla heyrist það. Býttu, finnst þér hausinn á mér eins og páska? Nei, okay. Ekki núna, ekki þú ert að safna. En þú veist, ég bara ef þú væri hérna með súkkulaði hvort ertu graðari á páskunum eða jólunum? Hvað, ertu 5 ára? Hvað, þú veist út fertugur að spyrja aðra jafnaldræðina bara hvað, þú veist, þetta er spurning sem ég myndi ekki einu sem spyrja 2 félagarna í einangrun upp í sumabóta bara á trúnói, þetta er svo aðstæðlega spurning. Það var ekki neitt ein viðbót þetta var bara spurningin. Hvað ertu bara forvitin þetta? Já, þetta er bara spurning ekki þetta. En ég veit það bara ekki. Svona að þið hugsaðu þetta aðeins. Já, þú veist, það er ekkert svar við þessu. Ég myndi að halda páskunum. Já, það er punktur á blöða 4-0. Já, ég Já, þetta þegar jólinn er oft svona stress kaupa pakka, borða meira og svona. Undirbúa mat, páskar er meira bara svona að fá sent kaldan. Það er meira chill, ég var að hugsa fyrir COVID þá var kannski líklega að væri erlendis eða upp í bústað og þá kemur svona púki. Ég er ósammála þessu, það er hérna snjór úti og teppi, það eru kerti, þú getur líka alveg búið til kósi stemningu. Það er ekki að tala um kósi, hvað er kósi þegar þú ert að stunda samlífið? Þú er graðari á jólunum. Ég ætla að segja jólin. Ok, það er 4-0, þetta er vandræðilegt. Ég hefði getað náði 3 punkta það. Hefurðu verið í bænum á páskadjammi og hvíslaði eirað á ókunnugri heppni gellu? Gellu, barasta. Akkur þetta, segðu þau bara dömu eða stelpu eða konu Ég er að lesa spurningu hérna. Já, ég segi þú samtir. Hefur, sko, Hvísli eirað á líkt á gellu. þessum Loga Bergmann og það getur betur. I read the question. Ok, þannig að og það er góð regla að þegja þannig að ég er búin að lesa. Hefur verið í bænum á páskadjammi og hvíslaði eirað á ókunnugri heppni gellu? Það er páskalimur í kvöld. Ég gæti þetta bara að kötta þessa keppni. Er þetta ekki versta keppnin hingað? Hvað? Þetta er versta keppni. Þú sagði þetta væri alvöru páskakeppni. Það er páskalimur í kvöld? Nei, það hef ég aldrei sagt og ég hef aldrei sagt bara páskalimur. Hvað þá hvíslaði ég að ykkur? Ég er sammála þetta, ég hef aldrei á æminni sagt páskalimur. En þetta geta alveg verið eitthvað sem ég tek upp á nú. Og ef það er einhver þarna úti sem er að hlusta og hefur hendi þessa spurningu eða var þetta spurninga, var þetta... Þetta er bara smá flip, páskalimur í kvöld. Það hefur enginn gert að auðvitað, ég get lofa því. Ok, 4-0 fyrir blöðu. Hefur þú notað egg í svefnherberginu? Páskaegg? Nei. Kynlífsegg? Bara egg. Hvað eigum við að gera við það, við blöð? Þetta er bara completely honest. Og rassin á okkur? Ertu að spyrja hvort það hefur verið egg einhvern tímann í svefnherberginu? Ég er ekki að tala bara á okkur sjálfum. Já, ég ætla að vera að tala um eitthvað að við myndum vera eitthvað og setja það sjálfur? Já. Hvað og maður, þú veist, maður er orðið bara sjálfur. Þetta er punktur. Það er orðið sjálfur bara rugglaður í haustum að þessu spurningum. Þú veit að hérti það fyrst. Sko 5-0. Nei, býtu, stundur eftir að svara. Já, nei, ég fæ punkt líka. Hvað egg var þú með í? Hvaða egg? Hvað með þau, hvað típu? Nei, bara hvað varst að gera með egg í svefnherberginu? Það bara sama ötti. Við ætlum að segja þetta. Næsta spurning. Haldt áfram maður, Jesus. Sér hvað þetta er erfitt og leiðilegt alltaf. Sko, finnst þér líklegt að þú fáið páskajafl þessa páskana? Ég finnst það. Eftir þennan þátt? Ég var að býða eftir þessu. Eftir þennan þátt, enga líkur. Nei, ég sammála þetta, ég held að það séu enga líkur. Er það alveg completely honest með það? Brutally honest? Já. Brutally honest. Ekkert páskaja? Ég veit það ekki maður. Hvað er föstudagur? Ég hef laugardag, sunnudag, mánudag. Þú bara talaði fullorðin mann sem er bara búin að vera með sömu konunni í 100 ár. Ég var dettur brinnaði dettur inn. Mér finnst það rosalega skrítið að ég siti hérna í stólunum og horfa á Suðurlandsbrautina og hugsa hvort ég fái páskajafl. Nei, það er ólíklegt. Það lítur til það. Það er ólíklegt, ok? Þú ert satt með dominating lead, þú þarft ekki punktana. En málið það, Steindi þar punkt. Ég veit að við erum mjög einlægir þetta og það er mjög skemmtilegt og við erum mjög opnir og ljúgum aldrei og allt þetta. Við erum með reglur sem ég dýrka. En þetta er orðið helvíti persónulegt. Hvað meinar? Nei, bara Finnst þér líklegt að þú fór? Já, hörru, er Logi Bergmann spurður þegar hann er getur betur? Herra, ok, næsta spurning. Býttu, varstu búin að svara? Já, ég sagði það saman þú bara örugglega ekki eftir þáttur. Hvað eru marga spurningar? Hefur þetta ekki bara verið 8 spurningar? Já, sko, blöð, ok, smá spoiler, blöð búin að vinna þetta. Ok. En tökum síðan spurninguna. Ertu búin að segja konunni að þú gefur henni ekki páskaegg þetta árið, heldur
Páskalim. Herðu, það er komið gott að páskalim og við þökkum allir kellaði fyrir þessa spurningkefni. Við sögðum báðir að við höfum aldrei notað orðið páskalimur. Herðu, ég vann þetta, ég er páska king og ég er stoltur að þeim. Kemur óvart, gæði sem hatar Jay-Z er ekki að vinna King. Það kemur ekki óvart að Grettubattan hafi tekið. Þetta er sturlalag, það er áfram íslenskt Valdimar yfir borgina. Hlaðvarp FM 95 Blö. Þetta er svo flott lag. Yfir borgina, Valdimar. Geggjalag. Alveg trillt lag. Og herðu, við erum komnir í 1 milljón fyrir fjölskyldihjálp. Það er svoleiðis. Já, ég veit, talandi landsliðsmenn. Við erum komnir yfir markið. Já, Ari Skúla var að negla inn á söfnuna. Við þökkum honum kellaði fyrir það. Og sko við komni með bara eða startur og Aron Pálmarsson líka Henjen Desiares var kjúla neglin. Já, við komni með sko ég sé ekki nákvæmlega ég sé ekki strax nákvæmlega úr neglin en ég fáum sér bara skýslu þegar þetta er búið með það en við erum ekki hættir, ég stend á 3 milljónir. Já, 150 manns búið að styrkja þetta er velgjart. Takk fyrir það. Það sem við munum gera líka er að við munum taka hvern einasta mann sem styrti og við hendum í Facebook status og þökkum persónulega fyrir okkur. Við spyrtum rununa öll nöfnin kom inn þannig að það er ekki of seint að styrkja. Við ætlum að styrkja út apríl, við ætlum að safna mikið við getum. Ekki klippingu í 5 vikur. Út apríl. Mér finnst þú að gera út apríl. Ástæðan fyrir því er að en þú kennst hvað sem ekki til klippingu fyrir en ég get rakað með heimahöfum sko. En mér finnst þú hafa náð lágmarkinu. Ég segi þú veist að fólk í landinu sem á að auka 500.000 kall liggjandi á kantinum hendinn. Við erum langt frá því að vera hættir. Já. Við hendum allir inn félagarnir. Við erum búinir. Herðu, það er komið að augljósum staðrindum. Hárrétt. Og þær voru ekki kynntar hérna í byrjun þáttar. Jú, ég spurði hvort það er með. Nú er það? Já, ok. Ég held ég var að fara að koma með eitthvað svona óvænta glaðning. Þetta er samt gott, sko. Já, ok. Herðu, þær eru 4 eins og alltaf og ein augljós spurning og Auðun Blöndal, ég veit ekki hvers vegna ég þarf alltaf að biðja um þetta en það er Mr. Selfridge-beddin. Já, þetta er endar í fyrsta sinn í langan tíma sem ég gleymd honum, hann á gott að gera það. Mátt hann var svolítið hátt, þú veist, maður er komin á 5. bjór og hann er hérna. Hann er mættur. 7. Hann er mættur. Ég er allavega að fá mér þetta og ég held líka að séu allir með okkur í því sem eru konum með aldur að dælast inn myndir, fólk er að fá sér og hlusta sko. Já og heyrðu strákar, nennið ekki please að því að þeir eru alltaf svo leiðilegir í svona dagsjólið, nennið að vera jákvæðir. Ég er búin að vera mjög jákvæður upp á síkastýr. Og eru þið tilbúinir í þetta er mjög augljóst í dag og skemmtilegt. Hækka það aðeins í beddanum þetta Smá Selfridge og eru þið klárir? Já. Augljósa staðrendir. Fyrsta augljósa staðrend dagsins hún hljóma svona. Glasabörn eru ekki alltaf í glasi. Þessi var góð. Þessi var endar helviti góð. Já, bara fyrst þegar þau eru sæði. Það tala glasabörnin sem vinna á hverfis að sínum glösin. Nei, ég er að tala Shit, hvað er langar að segja þú oi við því? Nei, það er fólk sem vinnur sem glasa. Já, ég er ekki að segja oi við fólkinu, ég er að segja oi við allir að reyna að snúa út af þessu. Þið hættum að gefa mig breyk fyrir þessu. Það eru glasabörn. Ég vann sér glasabörn einu sinni. Ég er að tala um glasabörn sem, þú veist. Hvað meinar þessu? Ok, ég veit ekki hvað að gera það. Reyndar. Ég veit ekki hvað að gera það. Það er bara að skemmi þetta. Nei, svo er annað í þessu. Glasabörn eru stundum alveg í glasi. Já, ég er ekki að tala um 20 eða 30. Ég er ekki að tala um starfsmenn á skemmtistöðum. Nei, en ef þú ferðir þá er oft talað um ert í glasi. Ég er að tala um, þú veist, ég trú ekki að setja það. Þú veist að það er kallað að vera glasabörn. Já, þetta er fyrsta. Má ég fara í öðru? En fattar ekki hvað ég er að tala um, að vera í glasi. Ég er í glasi núna. Já, ég veit það. Ég ætla að fara í aðra. Ok. Shit, hvað er leiðileg maður? Nei, það var enginn að leiðileg. Ok, reyndu að skemma þessa Eilvin. Ég er ekki að skemma neitt. Rottur Þetta tók nú bara hálsinn. Rottur fara ekki í fermingar því það trú ekki að Guð. Það trú ekki að Guð. Ég hef aldrei séð rottu í jakkafötum. Rottur fara ekki í fínföt og henda sig í fermingar því það trú ekki að Guð. Þetta er augljós staðreynd. Þetta er augljós staðreynd. Það geta sem það fara í fermingar. Þessi var helviti góð hjá mér. Já, ég meina það getur alveg rotta í fermingu. Ef hún lappar inn. Já. Þriðja augljósa staðreynd dagsins. Hún hljóma svona. Ég er ánægð með þessa. Hlustiði mjög vel. Maður þarf að fókusa þetta. Fólk sem hefur mist báðar hendurnar geta ekki keppt í boxi. Nei. Óla, fannst þér þessi leiðileg. Ég var ánægð með þessa. Það er svo svolítið dark.
dark, hún bara geggjuð. Segir sér sjálf, það er handalus, þú ert ekki að vera að boksa mikið. Þú getur keppt í boxi, en þú veist, þú ert ekkert líklegur. Þú getur skráði. Hvað meinarðu? Skráðig? Þú getur alveg keppt í boxi, þú bara tapar. Já, þú skráir þig í einhvern boxbarda. Það verður að yfirleika allan. Nei, nú ángrís, auðvitað getur alveg keppt í boxi þó þú ert ekki með hendur. Þú ert ekki með hendur, þú getur ekki kilt tráðir. Nei, þú tapar væntanlega, en þú getur keppt. Já, hvað heldur þú skráið þig í boxbarda? Þú þarft að vinna þig inn boxbarda. Nei, ég hef keppt í boxi. Já, þú skráið þig ekki, heldur þú farið bara á netu og herri, ég ætla að skrá mig á móti Tyson Fury, ég ætla að keppa mótunum upp á belti. Þetta virkar ekki. Það er klárað þetta bara, það er verið að gera það. Þá er það fjórða augljósa staðurinn dagsins. Og það besta við hana er að þið geti ekki satt neitt við henni, sem er geggjað og ég hlakka til að segja hana. Barnastólar eru ekki gerðir úr börnum. Bara bómul og einhverju drasli sem ég ekki hugmynd um. Bómul? Plasti? Já, plasti og einhverju fóðuri. Býtu, hvernig barnastólar eru heima á þér? Mjúkur, það er mjúkt í honum. Já, það er plast oftast. Já, það er ekki plast, plast er ekki mjúkt, það er mjúkt í þessu líka. Það er plast og mjúkt og stál, en það er eitthvað í þessu. Það er erfitt að þessi var góð. Nei, þessi var góð. Þessi var góð. Já, mjög góð. Þá er bara einn eftir, það er augljós spurning á blöð. Já, mér sýnist nú að vera á blöð. Það kemur ekki óvart. Hún hljómar svona. Auði, já. Hver er munurinn á pabba þínum og kvenkins rottu? Það er vonandi hellingur. Já, hver? Aðalega. Pabbi er ekki í ræsinu. Ekki síðastir í tjekka á honum allavega. Rétt. Ég er ekki að leita því svo. Nei, pabbi er ekki loðinn. Hann er ekki með Hann er loðinn? Hann er ekki á 4. Hann skrýður ekki, ég veit það ekki. Þegar hann fer í doggi? Nei, nennir að klára þetta bara. Já, pabbi getur fengið stampinu. Hörru, jæja. En byrju maður spyrja. Hún er kona. Já, þú sagðir ekki kvenkinsróta. Jú, ég sagði það. En geta róttu fengið stampinu? Já, kannski kallinn. Hlaðvarp FM 95 Blö. Við höldum áfram með íslenska tónlist. Já, íslenska tónlistarmenn. Og þetta er Þórunn Antonía með Too Late hér í FM 95 Blö. Klukkan er að verða 6:30, við rúmlegan hálftíma eftir. En já, það er langt sérna við opnað fyrir síman hér í FM 95 Blö. Og ég er svona að spá ég að tjekka þar rauðgló allar línur hérna. Ég ætla að sjá bara hvort það sé ekki einhver skemmtilegur á línunni. FM. Er það FM 957? Það er FM 957. Og er það Auðun Blöndal? Mikið rétt, hver er það? Sæll og bless, það er Kitty Mack hérna. Nei, bless, vá, hvað er langt sinni heyrið þér? Mér langaði bara að þakka ykkur fyrir alveg frábæran þátt. Já, takk fyrir það. Þið eru svo nákvæmlega þessum þjóðin þarf á að halda núna svona einhver skemmtileg heit. Já, takk fyrir það. Svo er þið náttúrulega alveg eðlilegir. Alveg eðlilegir þegar þið byrjið með þetta spurt og svarað og spurningakeppni og ég veit ekki hvað það er. Já. Það er náttúrulega bara allt saman alveg eðlilegt. Takk fyrir að ringja, svo látt sinni heyrst í þið maður. Já, ég var eiginlega að heyra það því að mér finnst þú vera einhvern veginn þraska svo skemmtilega núna. Já, takk fyrir það. Og hérna, ég heyri þetta út allan bæ. Bara það er flottur og hvað þú ert einhvern veginn alltaf, einhvern veginn að blómstra okkur núna. Það er fallegt að heyra, takk fyrir það. Og ég þekki hérna konu, hjá henni er allt, það snýst allt Auðun Blöndal. Nú? Já, henni finnst þú svo flottur. Já, gaman að heyra. Hún er einmitt að segja, hún er einmitt með svona pínu þeng fyrir sköldláttum mönnum. Og hérna í gamla daga snýrist allt Ómar Ragnarsson. Já. En núna er bara Auðun Blöndal. Já, þú verður að skilja góðið. Það er allir að tala það hversu flottur þú ert, hvað kemur að þið vel fram og hvað þú auðmjúkur og æðislegur. Já, takk fyrir það. Og það er allt í lagi að þú heyrir það stund. Ég er ansið þetta að sé enginn að segja það, þú standaði svo óbúslega vel. Já, takk fyrir það getið, þú verður að skilja hvað á vingunniðina. Já, ég er hérna með dóttur mín hérna hjá mér. Já, ok. Hún var með 31 árs á dögunum og hjá henni snýst allt Rikka. Rikka G? Það er Rikki G. Já. Sko, hún var daginn að senda Rikki einhverja myndir af sér beri á ofan á Instagram og hann er svo almennilegur að hann svaraði, hann er búin að vera svo flottu átaki. Já, ok. Hann svaraði bara með flottu myndum af sér, hálfnögtum og hann er svo flottur og hann er svo almennilegur. Og svo er það ólíklegt. Já, hann allavega gerði þetta og hún stelpan er búin að horfa á ferðafættin ykkar þar sem þið voru að ferðast út allt. Já, Rikki veit að lafa ykkur.
Já, hún lokar að sér og svo er bara setið og fróa sér og liggur þetta með eitthvað dildo og eitthvað og finna lyktin inn í herbygginu og hún er búin að vera þetta. Það snýst allt úr Rikkan og mér finnst svo almennilegt að hann skulle gefa sér tíma, átta sér sjálfur og senda myndir. Mér finnst það ólíklega, hann á nú konu og barnana, mér finnst skrítið, hérna er ekki típan. Já, þetta var ekkert svoleiðis, þetta voru bara flottar myndir og hérna óbúslega skemmtilegt að hún er alveg svoleiðis, hún er búin að fróa sér svo yfir sem þáttum. En Auðun Blöndal, þú verður að læra að skammast þín. Hvernig dettur þessi vitt að segja hugsa með gangi? Þú verður að læra að skammast þín, drengur. Já, ég þarf að læra það er réttið að geti. En hvað er fyrir þetta þér og þínum ástamálum? Sko, ég kynnist, þú kannski trúir svo ekki, en prins frá Nígeríu. Já, ok. Já, hann heitir Efan Babangida. Æðislegu strákur og ég grínaðist á stundum með það þrátt fyrir 2 metra regluna þá gáttum við nú alveg svo við saman. Ég grínaðist á stundum með það við svona vini og annað. En hans blendir í því að hérna sko ég kynnist honum og hann er í smá peningavandræðum því að hann er prins og hann vantaði $100,000. Já, ok, ekki lest hann hafa það. Jú, hann er þetta allar að borga mér þetta tilbaka. Nei. En ég let hann hafa þetta og hann er núna í Nígeríu með peningana en út af COVID-19 þá er ekkert símasamband, það er ekkert internet og það er ekki bankaþjónusta og hann getur ekki borgað tilbaka. Sko COVID, það er alveg að ringja og bankar eru opnið þó þessi COVID hann hefur bara verið að ræna þig, Kitty. Nei, ekki Nígeríu, þetta er svo rosalega alvarlegt þar. Nei, það er ekki neitt svona. Og málið er það, en það sem mér fannst alltaf skemmtilegast að þrátt fyrir 2 metra regluna þá gæti ég alltaf hérna notið hans. Já, það er skemmtilegt en sko ég er að segja þér að hann hefur rænt þig, þú ert ekki að fá Auðun minn, ekki þetta, enga öfundsýki. Þetta minnum átt að kenda Auðun minn. Miklu flottar en þetta. Svona muna það. Já. Nei, þetta er smá glíma okkur núna en hérna, ég býð bara heima og vona að sé á leiðinni og Já, ég vil ekki vera ofneikvæður en mér finnst það ekki líklegt Kitty minn, en hrikalega gaman að Já, ég var nú bara að hringja og þakka fyrir frábæra þátt. Já, bara æðislegt að heyri þér og ég var að fróa mér bara í gær síðast. Já. Yfir þarna einhver þætti með þér. Já, það er gaman að heyra og ég þakka fyrir það, fallegt. Hafið það gott og bara farðu valega og gleðilega páska, Kitty. Takk. Hlaðvarp FM 95 Blö. Ég er bara ekki þessum að þetta lag hefði verið spilað áður í FM 95 Blö. Er þetta eðla gott lag? Soldug, svört sól. Já, þetta er sturla lag. Beggi Soldug er líka einn mesti topp maður sem þú hittir. Hann er geggjaður. En þú ert búin að vera að spila auðvitað í dag rosa mikið að svona, þetta er svona njálsbúð, svona gamla góða sveita ballapop. Ég myndi reynda að orða þetta miðgarð. Þetta ferði á krókin alveg. Ég fór ekki í njálsbúð, ég fór í miðgarð. Já, en njálsbúð Þetta er bara góð tónlistur í dag. Alvöru tónlist. Bara hrós. Íslenskt, já takk. Já, þetta verður ekki íslensk skara. Þannig varst þú að gefa Begga Soldug free cash. Já. Og hann er heima á þessu núna, ger ekki raskat. Hann á það skilið. Já, hann er auðvitað að hlusta, held ég það ekki? Já, hann er að hlusta 100%, en hann fær cash hann. Við þökkum Kitty Mag fyrir sitt innlegg hérna aðan. Það er frábær. Já, rosalega heyrum alltaf sjaldan í henni, finnst mér. Já, getum heyrt aðeins mér í henni. Dóttirinn er að fróa sig mikið yfir Rikka. Já, hún er skotin í Rikkanum. Rikki er ekkert eðlilega huggulegur líka, rosalega huggulegur. Góðu standi núna líka. Góðu standi bara 33%. Við minnum aftur á söfnunna, við erum komnið með milljónina, við ætlum að fara í allavega 2 og það er mjög fyndið, ég veit einn atvinnumann í fótbolta sem var að leggja inn og hann sagði ég vil ekki sjáta á samt, en ég ætla samt að gefa hana, það er Jói Berg, hann er búinn að negla inn. Hann sagði sérstaklega ekki sjárat, en hann fekk sjárat. Big Joe Berg. Big Joe Berg. Hann leggur pening og segir please dragar ekki vera name droppa mér, það fyrsta sem við gerum er að gera það. Og líka hann leggur ekki bara upp mörk. Hann laumast einn greiðsla á hann frá langbestu bílasölu landsins, Gylfi og bílaútsölunni, hendin cash okkur á hann. Það er besta bílasölu landsins. Langbesta bílasölu landsins. Það er alvöru leiða og sko líka bara sko það dæli svo miklu meira og kæðast núna en síðasta þetta. Það er að því við báðum allir að fá sér með okkur. Nú er fólk komið í bjórinn, þá leysist það þessum butunum. Og líka þetta snýst sama gamla, smátt gerir stórt. Við erum ekki að byggja mikið pening, við erum að byggja 500 kall. Nei, við erum að byggja 7 sem er 1000 kall. Við erum komnir yfir lágmarkið okkar, vel yfir það. Við erum að tvöfalda. Það er komið að myndur fyrir cash og það er Egill Einarsson sem segir það. Þú er ekki séð það lengi. Nei, ég er bara að beða það í dag og bara var trailer og ég kvelli takk. Það er trailer, já. Trailer, já. Hörru, sorry, maður sjá.
Þú var svo reiður eitthvað. Hérna. Takk. Would you like to have buckets full of Gott að klára Já, þetta er þetta rosalegt. Sko, nú ég kallaður Guðfæðurinn Guðfæður sundlega var það. Já, og ég kallaði Guðfæðurinn og Egill kallaður Skerhausinn. Þú ert kallaður Cass og það gleymist oft. Auðun Cass Blöndal. Ég er mjög ánægð með að það gleymist. Þú varst með það í smá tíma, hann dó eitthvað nei. Þetta er ekki kallaði Cass í dag. Á hverju fekk Steindi Guðfæðurinn á sig svönd? Út af því hann Því ég vann í sundlu. En þú finnst Cass á það og áttu svo mikið af því. Út af því hann er the godfather hjá öllum baðvörðum á Íslandi. Á því að ég pulled through. I pulled through, já. Já, ég minna það er bara ekki viðurkennt. Var það því að hann byrjaði með konun sinna? Hann vann sem baðvörður og girti niður sig on the job. Nei, það er þetta ekki rétt. Það ekki? Nei, ég get ekki gefið réttur það. En ég kynntist konunni, já. Það er myndir yfir Cass og já, ég var einu sinni með þennan dagskvölið út af því að ég bjóti trailer og síðan einhvern veginn eskuleitaði að ég hætti að sjá hann. Nei, það var Man of the Hour, Auðun Blöndal. Ég veit. Og þú ert líka the Man of the Hour, Blöndal. Ég gleyma því. Nei, en þú sér hann Cass í dag og endilega kláraði það. En máli, ég er með 4. Það er bara 3. Ég veit að í stæður að köttin út er páskaspecial, tökverka bara tempo. Mynduru flytja til Atlantic City fyrir 300 milljónir. Já. Þetta búið þar alltaf. Já. Strax. Hæ? 300 milljónir. Þetta var bara snegsta sem ég heyrst. Já. Þið búið ekki lengur í Íslandi, búið í AC. Já. Þetta er bara ég ferða til Íslands, ég leiði það alveg. Já, geggjað, flottu húsi bara með fjölskyldu og búi í Bandaríkjunum, það er draumurinn minn sko. Já, þú borgin AC samt sko. AC er í Bandaríkjunum. Þú veist að AC er köllu bara where dreams comes true sko. Where dreams are real. Já, 1840. Varstu búin að segja þetta í útastættinum, ég sagði þetta frá því að Gumma Benum daginn. Þú keftir rúmbu þann úti. Hvað heitir þetta Riksuðan? Hún var notuð. Málið það, við fórum í Volmart. Rúmbu? Og okkur sérunum okkur er alltaf langað að eiga Riksuðu sem við getum bara svona hend í gang. Veistu hvert er að fara? Það er rúmba þegar ekki? Já, svona rúmbur Riksuðu sem hendur í gang og hún fer bara og þrýfur húsið og þú þarft ekki að Riksuða. Þetta er bara, þú veist alveg hvað þetta er. Þetta er bara Riksuða, þessi Riksuða sjálf. Og ég fer hérna og er að labba í Volmart og ég er náttúrulega búið með nokkra og ég einhvern veginn alltaf á leiðin að kaupa þetta og síðastu daginn og ég sé hana og ég bara, heyrðu, ég sé 2 típur, önnur var helmingi dýrari og þessi rúmba var drullu dýr, þetta var eitthvað 60 skall sko og þú veist, miða við, öruglega helmingi óttur en hér og ég bara, og ég horfa á hana og þá kemur ég með Digital Cuss, okkar maður frá Sauðárkróki, já, keypti rúmbu, mamma pappa eða hann, hún er geggjuð ég tek hana, svo opnaði hana heima og hún er öll í haki, allt út í hárum, það var konguló inn í henni það var rispu, það var skrúa og ég keypti hann í Volmart basically aldrei vestla í Atlantic City. Nei, það var basically bara einhver Atlantic City búið Það sé bara eiga heima og replace það fyrir 300 milljónir. Já, getur nú ekki panta hana bara á netinu og Ok Myndirðu hætta að hrista þig að eilífu fyrir 20 milljón krónar eingreiðslu? Nei Það var náttúrulega snöggt Hefur verið snekkra svar in the history? Nei, ég meina þú veist En ég fíla hreinskilun. Já, takk fyrir hana Steinþór, við komum að meta hreinskilun Ég var ekki búin að segja eingreiðslu, ég var í Nei, ég var í ön Þú baðast tempo og ég veit að auðvitað það var bara harðast að neys ég heilt. Já, en þú veist, skilur hvað Ég er að segja já. Já? Nei, þegið Hristingsblöð. Málið er það ég held að Nei Er það nýja nafni hitt? Það ætla ég að vona ekki. Hristingsblöð? Það er ekki nafn sem ég var til að bera hérna í þessari COVID-ógi. Ég get lofað því að ég var til að vera godfather of baðverðir bara for the rest of my life ef ég verð ekki kallaður hristings. Já, ég held að sé meira til í blöðpúp. Herru, næsta spurning getur færa til. Já, en þú veist, ég held að hristingurinn bjargi frekar úr vesenni af og til heldur en peningarnir. Myndiru fyrir 500 milljónur krónar eingreiðslu. Það er rosa peningur. Sofa hjá Ríkard Óskari Guðnasinni, dagskrástjóra F957 fyrir 500 milljónir? Já 500 milljónir? 500M Sexual Intercourse með Richard. Leifir kona minna? Er hún búið? Allir bara grænt ljós, þú ert klár, Rikki klár, allir klár bara mög, bara þú er Rikki. Hvað fær Rikki? Bara, it's a beautiful day, komið á fónin. Já, fær Rikki 500 líka? Nei, það var ekki krónu. Það er lítið hægt. Þetta er bara dýtt sem þú ert að fá. Já, en hann er náttúrulega til í þetta, skilur. Já, hann er klár. Já, hann er on, ok. Og Rikki er meira klár, sko. Þetta er þannig að fá hristingsblöð, sko.
Já, ég held sveimi þá, ég myndi bara segja já. Ég veit ekki, þetta bjórinn að tala? Ég veit það ekki, sko, 500M Þú er þrýstingsblöð Henda já á þetta Ef ég er þrýstingsblöð þá er ég ekkert einhver spenntur í annan mann. Þá er ég bara sjálfur einn. Það er góða punktur. Þú yfir bara graðasti maðurinn sem þætti stendur þannig að hætti þessu sko. Þetta er $500 million. Þú ert bara hann að sko njóta þér með vinnuðinum sko. Ég myndi ekki njóta. Það er svona að reyna að klára sem fyrst. Þetta er ekki svo, þú ert ekki að slasa þig og þetta er. Ég er að segja það, en ég sagði já. Já, ég hugsa að ég myndi henda já. Núna var gott til dæmis ef að Björki Tóra hlusta eða einhver svona rosa skrítið að Björki Tór myndi henda $500 million í þetta sko. Einhver fjársterkur sem er til að sponsa þetta koncept og leiði mér að mæta með Jökul. Ég get lofað þér því þetta er tekið upp. Nú er Björki einn af mínum bestu vinum. Ég get lofað þér því að hann myndi aldrei fara að henda $500 million í þetta rugl. Hann myndi bara fjárfesta í ykkur almennilegu. Hvað er að frétta Björka vinniðinu? Allt bara geggja. Einn af fáum sem er bara í toppmálu núna. Síðarspurningin. Myndir fyrir 10 milljónir fá titilinn graðast í baðböður allra tíma. Fyrir 10 milljónir? Já. Þú ert það er sömur að fá þetta frítt. Þú ert alltaf búin að gefa mér það frítt. Þannig að ég væri nú alveg til í að fá 10 milljónir bara svona með. Ég myndi, já, ég takk það. Þetta er geggja titill, sko. Hvað þurfti þú að hugsa þig? Nei, ég með þetta frítt, sko. Ég með titilin frítt á mér. Ég ert ekki að hugsa, ég myndi alltaf taka þetta. Já, en myndur þú taka hann frítt? Nei, ég hef aldrei unni sem baðvörður eins og þú. Alltaf að fara að segja bara enga veginn. Eins og þetta verður hræðilegu titill. Varstu mikið að lappin í sturt og segja strákar drullu ykkur úr Málega, ég er sáttur í dag því að hristingsblöð er miklu verðið titill. Það er vestanafnið sem en varst að lappa inn í klefana og skamma lið sem að var ekki að sápa sig og svona. Hristingsblöð, ekki reyna þetta. Það er engin meira á síðunum en ég. Skeitt á mig þannig. Ég sko, nei, ég var bara í afgriðslu. Salsa tónlist að koma þarna. Hvað er að gera? Þetta er léleg útgáfa. Ég sko Heyrðu Ég ætla að henda í eitthvað Good Shit SSO-leina. Óalega var þetta eitthvað. Hvað þú varst að spila ykkur að Benidorm útgáða einhver rugli hana? Þú veist, þú getur enn að fá hérna, hörðu, ég með hugmynd Jammi kvöld með konginum sem er baðvörður neyri hérna. Föstaður langi, fólk er að hella í sig. Ég veit að fólk myndi. Þú ert að spila ykkur rólega gamla tónlist. Komdu með Jammi kvöld. Ég veit að fólk myndi fíla það. Það er Jammi kvöld. Stendi, taktu við. Og það er Jamma morgun. Hentu já. En ertu búið með myndir fyrir kæs? Fólk er í bústað, fólk er að hella í sig. Heyrðu. Þetta er fyrir liðið sem er að fá sér með okkur. Við gerum allt vitlaust. Keyra smá tempo í gang, síðasta korteri. Vakna. Hei, er þetta eftir að jamma? Það er jammi kvöld og það er jamma morgun. Það er jammi kvöld. Kannski ekki niður í bæ, en já, fólk er heima á sér að punda á sig. Ég er að fara. Í bæ með engan, það eru páskar. Ég er að fara á jammið í kvöld. Já, nú er ég bara hreinskilin. Maður er ekkert annað að gera. Hvað er það að hellið þig? Ég er að fara að vera heima, ég ætla bara að vera að stríma. Ég er að fara að stríma. Já, bara fullur og reyður. Já, ekki reyður. Að taka headshot. Já, farið headshot. Það verður ekki reyður. Nei. Það er skít sama og skotin í haus. Já, alveg sama. En það er komið að íslensku slúðri. Það er komið að brakandi fesku íslensku slúðri. Hvað eru konur í svefnun? Sorry, Steindi. Ekkert mál. Ég veit að Arnór Sigursson, landsliðsmaður, hann var að leggja inn líka. Svefnunin skiptir meira máli en slúðrið. Við erum komin með bara, ég er unni alla landsliðsmenn, sko, atvinnumenn Íslands sem er búin að millifæra. Við erum komin yfir, við erum komin í 110% upphæðin, þetta er bara komið, þetta er klárt. Við erum að detti 1,3 hérna inn. En við viljum ekki hætta. Við viljum í 3 milljónir. Herru, þá er komið að brakandi fesku íslensku slúðri. Og ég er svolítið spenntur að fara. Já, ég líka. Hvern byrði að hafa Kolbeð ekki? Ásgeir Kolbeðs er rauninni fyrst í mólin. Það er rosaleg COVID-hræðsla á Kolbheimilinu akkurat núna. Það er kannski ekki allir sem vita það, en Ásgeir hefur massívan áhuga á líkamshita og hefur alltaf gert. Þeir sem hlusta þáttin vita það. Já, hann er alltaf verið að rassamæla á svona. Já, hann hefur safnað mælum, sko. Eyrnamælum og rassamælum og öllum mælum. Og hann var í rauninni, sko, ástæðan fyrir þess að þegar hann var háður rassamæli, sko, hann var rassamældur mikið sem krakki. Og var hann háður? Já, hann greip alltaf pestir og var mikið rasinn. Og þá var hann alltaf rassamældur. Því að eyrnamælinn virkar svo illa á hann er með þröng eyru. Hann hefur alltaf verið rassamældur. Hann er
næmari þau ekki, rassamæli. Jó, en hann löngu hættur að mæla. Ég var að mæla tennum daginn, þá setti ég svona undir hendina á hann. Já, hann löngu komin yfir það og hann löngu komin yfir rassamæli. Hann hættur að nota mæla, hann treystir henni ekki. Nákvæmasta mælingin alltaf rassamælingin. Já, Ásgeir Kolbeins veit það. Nei, hann búin að finna nákvæmari mælingu. Og það eins og hefur komið fram áður, hann nota þumalinn. Af því að Ásgeir þekki sinn eigin líkamshita það vel að hann sest bara á þumalinn í 30 sekúndur og þá veit hann nákvæmlega hversu marga komur hann með. Svo skólar hann bara í staupglasi, puttan. Og hann þekktur fyrir þetta. Og hann basically eitt fyrsti Íslendingurinn sem hefur náð algjörlega að vera kommulaus. Það allir alltaf aðeins undir yfir. Hann hefur verið kommulaus, bara nákvæmlega 37,0. Það rosalegt. Hann hugsa mikið þetta. Já, vel gert. Og núna náttúrulega, hann að sturlast úr stressi og það álag á kolbarnu núna. Og hann með veirun á heilanum og konan hans að vera gæðug á hann. Okay. Þannig bara þannig. Fynda mér ennið, segir hann. Hann búin að segja það. Fynda mér ennið. Og ég með kommur, það 100%, ég með kommur. Fyndu það bara. Og hann að finna það. Fyndu það með þumlinu, segir hann. Ég með nokkra kommur. Erum við ekki all fullarinn? Hann segir það alltaf, erum við ekki all fullarinn? Og konan hans orðin helviti þreytt á þessu. Og síðan versnaði staða núna, því að hann búin að vera að mæla sig og familíuna núna mikið páskana. En staðan versnaði helviti mikið því að frændans var að koma í bæinn, Alex Kolbeinsson, sem býr á Akureyri. Og hann að gista hjá það með páskana. Alex, er það ekki bara bróður hans? Nei, Alex Kolbeinsson. Já, hann Ásgeir Kolbeinsson. Já, þetta frændars. Frændars, já. Pappans Ásgeirs heitir Kolbeinn. Já. Og bróður hans heitir Kolbeinn. Já, ok. Þeir heita báður Kolbeinn. Það skrítið. Eins og ég myndi skýra, ef ég myndi eignast annan svona, myndi líka heita Theodor. Já, það getur gerst. Já, skrítið bara. Mjög spes. Og Ásgeir drullur hrættu við það. Þú veist að því að sko, málið að hann hálf COVID-legur bara svona í útliti, Alex. Alex Kolbeins. Já, en síðan hann líka sko ekki að virða 2 metra regluna. Hvað er gamall? Hver, Alex? Hann 3 árum eldri en Ásgeir. Ok. Hann bara aðeins eldri. En sem nú ekki frásöguferðandi. Nema það að sko, nú Alex Kolbeins drullu full út í Ásgeir. Nú. Því Kolb laumaðist til þess að þumalmælan í nótt. Þannig staðan. Og Alex bilaðist og Kolbarinn, come on Alex, hann kallar hann alltaf Lexa líka, come on Lexi Kolb, erum við ekki fullarnir og ég var bara að vera viss út af familíunni. En byrju, var það Ásgeir að lauma þumalnum inn í frænda sinna? Þú hittalus, slaka á, þú hittalus, sagði hann sagði, þú hittalus, við erum fullarnir mennirna. En málega að þeir voru næstu bara farnir að slást út af þessu, þú veist að því að basically var hann að sitja bara þumal í rassin á honum og ekki þannig, en hann var að mæla það ekkert annað og þú veist Þannig ef að Lex að hlusta, þá þetta bara eitthvað sem að Kolb gerir. Já, og maður að konan og börnin og það voru allir mættir og þeir voru að nakkrífast út af þessu og Ásgeir þorði ekki, þú veist, öðru og konan sem búin að segja við hann bara Ásgeir, nennir að hætta þessu, þetta svo óþægilegt, hvað meinið þið? Svo girðir Ásgeir niður sig, fer upp á stofuborðið á 4 fótum og stingur þumlu upp í rassinn á sig. Finnst ykkur þetta óþægilegt? Ég að hita mæla mig. Ég hita laus, erum við ekki fullurinn þetta, segir hann. Og það sögði allt upp úr. Og núna búið að taka fyrir þumalmælingar í Kolbhellinum. Það búið að loka fyrir þumalmælingar. Og nýjastu fréttin að segja að Kolb sé farin að nota grillmæli. Ok, hann reyndar. Það engin betra að grilla heldur en Ásgeir Kolbeins. Nei, hann farin að grilla núna og mæla svo með mælinum. Þannig að þetta verður að koma í ljós. Þetta var rosa mólið maður. Já, þetta náttúrulega það sem að frétta frá Kolbhellinum. Það náttúrulega COVID-træsla sem bara núna stígu í landið, já. En svo næsti, það Helgi Rafael. Hvað að frétta honum? Það nefnilega allt rosalegt að frétta honum. En Helgi Rafael, hann komið með sitt eigi páskaegg í Hagkaup. Í alveg? Já, Bad Boy töfraeggi. Það heitir Bad Boy töfraeggi og það var sko, hann var með kynningu í Hagkaup núna og var með dúfurnar og pottana og var með svona fljúandi borðið og eldveski, leið tippið á sig hverfa og allt þetta og var bara með svona, var að kynna ekki, hendi í gerfipjöllu, þá setur hann tippið á milli lærana og svo stóð hann bara þar við páskaeggin og það sló í gegn, það tullast allt. Ég heldur þurfa voru að hvaði. Nei, málið það, hann the bad boy of magic. Það svoleiðis. Og hann var í grænu samfesting og þú veist, það eru svona kóngulær á honum, svona mynd af kóngulu og vef líka og hann með náttúrulega sítt hár í tagli sem orðið svona þund en tagl skilur heldur í það. Og svo hann besti töframann landsins, by a mile og það vita það allir, hann the bad boy of magic.
En hvað er að frétta egginu? En Bad Boy eggin þau voru tekinu umferð bara eiginlega strax út af málsáttunum. Málsættirnir voru bara ósmekklegir. Það voru, þeir voru dónalegir og svo voru sko símanúmer hans Helga var eiginlega í flestum eggjónum. Hann er graður líka sko og maður máli að Helgi Rafael var brjálaður en það er ekki frásögu færandi að eggin hafi verið tekin út af því að hann var sko mætti bilaður upp á að tala við verslunarstjórn í búðinni og hann segir alltaf bara hvað er fokkanum er í gangi þetta segir hann, ég er ný komin þetta ég er back in town og þið takkið egginu umferð bad boy egginu og ég er bad boy of magic hann skotin hafið það segir hann og það sem hann gerði basically að því að það var ekkert að virka hjá hann að ausa sig yfir verslunarstjóran er að hann lét tippa hann hverfa á verslunarstjóran? Já. Hvernig það? Hann setti það upp í sig hann slekkur ljósinn fyrst við skuldum auðlýsingar við skuldum auðlýsingar Hlaðvarp FM 95 Blö ég öskraði þess með læginu áður en ég opnaði já við erum bara, veistu hvað, við erum svo lettir á segustofar, ég gæti verið þetta bara í sólarhings reyndar eru allir dagskráliðinur okkar búinir núna þannig að það er svona pínu komið tíma á þetta 3 tíma þáttu búin klukkan er með eins og orðin 1 mínúti yfir já en við eigum samt svo, þú veist við erum eftir að tala um svo margt samt er það? Nei, kannski ekki ég sá á Twitter að aldrei verið betri tónlist í FM 95 Blö í dag og það er af því að íslensk tónlist er bara besta tónlistin þú ert búin að standa þig vel sem DJ ég ætla að gefa það þetta er búið að vera hrikalega vel DJ takk strákar páska þáttur FM 95 Blö og fyrsti 3 tíma þátturinn í sögunni búinn helviti leiði þetta rætt já, við verðum mættir hér aftur næsta föstudag í geggjum gýr það var nú ýmislegt spurt og svarað komst ekki að núna og fleira sem að verður í næsta þetta tökum við ekki næst jú, fólk að senda meil og vill fá svör ef þú ert að hlusta, við svörum þessu bara í næsta þó þetta verður 3 tíma þáttur þetta voru ekki síðasti þátturinn okkar en eru þið ekki spenntir að fá að vinda ykkur aftur við spurningarnar í How do you do fellow kids? Jú, verður það aftur næsta fyrsta? Já, það ekki, verður við ekki að prófa aftur Til já Já, það er fullt af, ég veit að ungt fólk sem er að hlusta Já, ungt fólk má endilega senda mér líka svona í vikunni kannski einhverja frasa af því að ég ætla að spyrja ykkur í næsta fyrsta Þetta er svolítið þetta er í höndunum á þeim 25 og yngri Ef við ekki líka þakka öllum sem að styrtu söfnunum okkar Við vorum í 80% þegar við byrjum Við erum komnir yfir 1 milljón og ætlum að reyna að ná 2 Við höfum 2 vikur Og þú ert ekki leiðin í klippingu Blondale? Nei, því miður Ég er ekki ánægð með söfnuna Þetta er náðst í dag Málefnið er gott líka Já, við viljum meira En það er komið að lokum, við verðum mættir hér eftir viku Egiði yndislega páska kæru hlustendur vonandi Léttum við ykkur lundina þennan föstudaginn langa Og ég skemmti mig konungla og vonandi þið líka Já, allavega ég Og þeir sem ætla að fara í partí í kvöld Og halda áfram að vera í einhverju sötra heima á sér Þá var ég að stríma kl. 10 Þannig að endilega kíkja á það Það má ekki verið í partí í kvöld, þú veist að tækja Nei, þá var ég að tala um svona rafrænu partí Já, Zoom partí Má spyrja henni, verður þú fram á nótt? Já Hlaðvarp FM 95 Blö